Ég heiti Guðjón Hreimberg. Ég að reykja sígarettu. Það laugardagur. Ég var að klára að hella upp á kaffi. Sjóðandi heitt. Nýmalað. Malaði í morgun. Ég mala kaffi svona 2 í viku. Hvað er 9? Er 8? Já. Það er 8. 8. febrúar 2020. Salka að tæma abimjólk, mjólkuverðinu. En fengu allar tóma mjólkuferði með súrmjólki. Mjög gott fyrir hunda að fá súrmjólk. Og líka gott fyrir þá að fá eitthvað verkefni. Sumir setja mat í svona kallað korg. Ég held ég eigi eitt hérna. Úps. Það rék á því. Þarf ekki nota það. Ég er með eitthvað meira skapandi. Ég ætla að gera svolítið öðruvísi venjulega í dag. Og svo. Á ég að gera það öðruvísi venjulega, eða ekki öðruvísi venjulega. Ég er komin 2,5 mínútur inn í upptöku. Ég veit ekki hvað ég ætla að tala eða hvernig ég ætla að gera það. Eða hvort ég ætla yfirleitt að gera vídeo. Kannski bara slekkja á upptökunni og hætti við hana. Það er búið að vera svona veltast í mér, sko. Hvort ég að gera hlutina þessu öðruvísi. Nú veit ég einn vinur minn sem sagði þetta nú einmitt við mig fyrir daginn. Nú klappar hann sjálfur sér á baki. Hann hefur átt til að koma með áhugaverðar athugasemdir. Og ef ég síðan er sammála þá þakkar hann sér þeim. Það er svona. Íslendingar eru flóknir. Og búsi, læstist tölvan hjá mér. Linux tölvan læsti sér. Ég nota í öfnum höndum Linux og Windows. Ég er þetta bara nýfarn að því en ég fann að gera það. En ég gerði það fyrir löngu síðan. Fyrir ég var professional. Þá var ég alltaf með Linux server í gangi fram í geymslu. Og ég notaði hann alveg heil mikið. Bara í gegnum konsól. Og opnaði það bara svona terminal glugga. Command line glugga í Windowsnum sínum. Heyrðu. Sko, ég vil setja þarna þessu við tölvuna. Og sjá aðeins, sko, það sem ég er að pæla. Er að vídeóin mín á YouTube eru sko eiginlega það komið eins langt svo eftir að fara með þetta, held ég. Ég er hérna með 1.20. Hérna. Og sjá hérna.
Ekki alveg klára þessu. Aðeins við. Við skulum, halló, Birta mín. Birta, já, Birta svo. Hann nýlti eyrun sínu. Við erum að prófa nýtt meðal núna við því. Hún fær þetta alltaf á þessum tíma. Hún veit að mér ekkert sama. Já. Já, þetta sem sagt vídeó sem ég ætla að gera þess öðruvísin, sko. Ég ætla að sjá. Sko, það sem að gerast hjá mér ég er svona komin svona svolítið með þetta þess öðruvísi heldur en ég kannski við að okay. 7 hlustendur þessari viku, flott. Ég má bara þakka fyrir að fá 1. Það sem ég ætla að gera þegar ég er að gera upptökur á íslensku, það sem að sem sagt búið að vera að berjast í mér. Sko, nýlega póstaði ég mynd. Ég ætla að sýna þér myndina. Ok, nú erum við tilbúin. Ég ætla að fá mér að reykja. Svo bara 9 mínútur að taka stóra ákvörðun í lífinu. Hér sit ég við Linux-tölvuna mína. Og ég ætla að gera síðasta íslenska vídeóið mitt. Ég tók bara 9 mínútna kynning. Nei, Bítu. Við erum að undirbúa þetta aðeins. Bara fréttin hvarf leið og ég gerði komment á hana. Áhugavert. Hún hlýtur að vera þá í history hjá mér. Ég vil bara gera brilljant athugasemd. Bara alveg honum.
BS. Skoðum betur. Hún hlýtur að vera þetta að finna hana hérna. Ok. Já, búin að finna þetta. Fuck Linux. Fuck Linux. Og nei, ekki þetta sem ég ætlaði að fá. Áts. Og Sunna var að koma sér fyrir við lappirnar á mér og einu klónum á henni krafsaði í tána á mér. Hún sko. Hún vill helst liggja við lappirnar á mér. Hún trúfastasti hundurinn minn. Ok, og það eitt nú þarf ég að setja pásu. Nei, ég ætla bara að finna þetta bara svona. Það ætla bara hellingur á gúmmilaði til þess að pæla í þetta. Sjáum hvort ég finni færsluna mína. Það var einhver hérna með einhvern gáfnaljós með athugasemd. Ég svaraði náttúrulega að minni heimsfrægu snilld. Var það þessi póstur? Nei. Hefur það ekki bara gott að þess? 12 mínútur. Það er alveg potið þetta gáfnaljós í farin. Hérna, það var ekki þessi. Já, hérna. Ok. Og einn glugga í viðbót. Alveg hérna gluggum. Hlutin sem ég langar að fjalla. En ég gæti gert 20 tíma vídeó. Þannig Davíð. Hérna er það. Hvar er færslan? Það er alveg snilldar færsla. Page down, page down, page down, page down, page down. Það er ekki þessi færsla. Getur verið sér búin að finna það. Ok, byrjum upp á nýtt. Eða hvað? Nei, fáninn. Fáni þjóðveldisins. Þetta nú einn. Sko, það er til greinar. Þetta er ekki reynda greinin sem ég ætlaði að finna, en hérna... Það er til grúpa sem heitir Davíð Oddsson og Arfleifðin. Og þar eru linkar í fullt af greinum og fullt af samantæktum sem sýna borðleggjandi fram á að Davíð Oddsson vann að því strax frá 2001 að koma í veg fyrir að þessi svokallaðir útrásarvíkingar og þessir Kinesian sósíalistar sem fóru fyrir greiningadeildum bankana gætu búið til hrunið.
og þetta er hellingur að þessu, en ég finn ekki greina, það var ein grein sem að ég fann hérna inn einhvern tíma núna í haust sem að alveg neldi þetta niður, tók þetta svolítið saman. Og ég fann hérna ágætis greiningu á, þú veist, alþjóða gjaldeyrisjóðurinn og vaxtastefnur og allt svona. Ég ætla að taka bara eina efnisgrein. Bara eina. Því og þess vegna fór ríkisstjórn Davíðs Oddssonar og sú nefnd Eiríkur heitinn stýrði, fyrrverandi seðlabankastjóri, látin, blessuð minning. Og svo nefnd Eiríkur heitinn stýrði eftir faglegri ráðgjöf AGS, en ekki eftir þrýstingi þeirra kölluð eftir auknu frelsi í þessum efnum. Eðli máls samkvæmt því slíkt gæti kollvarpað hagkerfinu. Engu að síður gerði bankarnir þetta og vildi bæði þessi ágæti Svein Harald, norski seðlabankastjórinn sem var kommunisti, norski seðlabankastjórinn sem Jóhanna skipaði. Og þetta vildi bæði þessi ágæti Svein Harald, þá sem seðlabankastjóri á Íslandi og væntanlega Franek Rosvadovski, fulltrú AGS á Íslandi, láta innheimta þessa pappíra fulli á almenningi bæði einstaklingum og lögaðilum. Og veist hvernig ég ítrekkað haldið því fram síðustu árin að það hafi verið eins konar samsæri kínesian sósíalista, trotskíista í gangi að taka yfir hið kapitalíska efnahagskerfi og leið ramma almenning inn í eins konar fangelsi. Taka eignir, það er yfirlýst stefna trotskíista á eins konar grundvelli að taka fólki einkabílinn, taka fólki sjálfstæðar eignir og gera fólk að leiguliðum ríkisins. Það er stefna þeirra. Þú út 5 mínútur og googla þetta. Það er sömulegis vitað á tímum Obama, Tony Blair, Gordon Brown og þessara gaura sem allir eru trotskíistar. Þeir allir unnu af því að ríkið má saman færi þess átt. Það er búið að sýna fram á til dæmis að bankahrunið í Bandaríkjunum, þetta íbúðalána kerfi sem var það bólið þar og sprakk, var að undirlagi tveggja var í rauninni gert kleift og hleypt af stað af 2 trotskíistum í demókrataflokknum í Bandaríkjunum. Tökum minn annar staðan yfir í greininni. Samt virðist sem þeir hafi vilja láta innheimta þessi ólögmætu lána fullu. Þeir beittu fyrir sig ríkisstjórn Jóhannu Sigurðardóttur kommunista, mitt einskot, sem spilaði með ásamt fyrrverandi seðlabankastjóra Má Guðmundssoni, þekktum kommunista, og þáverandi efnahags- og viðskiptaráðherra Árna Páli Árnarssoni, trotskíista og sósíaldemókrat, hafði ráðlagt með lögfræðiáliti lán frá Íbúðalánasjóði til Brúan, svo bjóð til þessa ólögmætu gjörninga nokkur áður en hann var skipaður ráðherra. Þetta var flétta gegn almenningi. Bæði þegar Íbúðalánasjóður fékk álit Árna Páls og svo því síðar þegar afturvirka vaxtafrumvarp Árna Páls var til. Tvöföld flétta gegn almenningi í raun, ef ekki þreföld sé litið til lagasetningar gegn grunnreglum varðandi gildi kvittana við greiðslu. Ég er ekki að reyna að sanna neitt þetta. Það er allt annað sem að mér vakir til. Ég er að reyna að benda á að fjölmiðlar, og ég er kannski rökstyða, kannski beint og óbeint, það sem að ég verið að halda fram í það bil 2 ár núna, þessi sama trotskíista mafía hefur verið við völd á Íslandi í 10 ár. Ekki bara í stjórnmálaflokkar, það er líka ákveðnir fjölmiðlar ritstjórar. Og þú veist, trotskíistinn, sko, þú fattar ekki trotskíismann af því þér aldrei sagt frá honum. Þegar Trotski er gerður útlægur úr Sovétríkjunum, marxists.org, þú getur lesið mjög mikið til hér og taktu vel eftir því að það er engin Stalin á forsíðunni eða Lenin.
Che Guevara, Marx, Trotsky, Rosa Luxemburg. Veist, fólkið sem marxistarnir eru stoltastir af í dag. Trotsky fór frá Sovétríkjunum því hann vildi gera heimsbyltinguna á ákveðin hátt, með ákveðin aðferð. Og hann var fylgjandi Gramsci, sjá hvort Gramsci sé hérna. Ég er aldrei sagt frá Gramsci. Jú, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci, 1891-1937. Antonio Gramsci, eftir að hann fór til Sovétríkjanna og heimsótti Sovétríkin, það leyti sem að borgarastríðinu lauk þar 1922. Þá komst hann að þeirri niðurstöðu að eina leiðin til að koma á marxisma, heimsmarxisma, væri að fara aðra leið. Trotsky varð honum sammála. Stalin var þeim ósammála. Og leið Stalins mistókst 1986. Nei, hún mistókst ekki 1991. Gorbachev, sem að kom til Reykjavíkur 86, var trotskíisti. Og hvernig Sovétríkin voru tekin í sundur og hvernig fólk sem að rændi eignum Sovétríkjana fór til Vesturlanda og dreifði þessum eignum síðan inn í ákveðna trotskíista grúppur var partur af mjög flottri fléttu það hvernig ætti að koma á ákveðin nýju heimskerfi. Blair til dæmis, Tony Blair lýsti því margótt yfir að hann vildi afnema hérna svokölluðu vestfalísku ríkjasamsteypu sem að ég stundum talaði sem vestfalísku mafíuna. Íslendingar hafa aldrei heyrt talað neitt af þessu. Og þess að kalla það gáfnaljós að þeir halda veröldin sé eins og kastljós sína þeim. Að Gramsci hugmyndafræðingurinn sem Trotsky í rauninni lærir af eða vinnur með, þeir vinna ekki saman en þeir voru með samstiltar pælingar sem verða til þess að Frankfurt skólinn verður til. Og ef ég fer hérna inn á library á marxist.org og þá sé ég til dæmis að það er til hérna, ef þú ferð til dæmis hérna þú sérð alveg risastórt safn af upplýsingum þar sem að marxistar eru að monta sig af Frankfurtskólanum. Ég vil að lesa hérna bara nafnalista yfir helstu heimspekingana. Það er Henrik Grossmann, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Leo Lowenthal, Erik Fromm, Theodor Adorno, Herbert Marcuse og Jürgen Habermas. Þetta eru stærstu heimspekingarnir á bakvið Frankfurtskólan. Og þessir gaurar eru að byggja á hugmyndafræði eða heimsmynd Trotsky og Gramsci. Ja, Gramsci. Sjá, tilbaka. Ég er svo lélegur í nöfnum. Úps. Já, Gramsci. Antonio Gramsci. Nú, ef þú ferð til dæmis inn á Trotskyism þá finnur þú alveg haugavefni, sko. Það er öll og marxistar halda mikið upp á skrif Leon Trotsky. Þannig að við erum ekki hérna með einhverja samsæriskenningu. Þetta er algjörlega rekjanlegt. Og aðferðin sem var notuð 2008 til að taka yfir bankakerfi heimsins og leggja dröga því að leggja niður til hans flugsamgöngur, taka á fólki einkabílinn, gera fólki erfitt fyrir að eiga sitt eigið húsnæði og gera fólk gera hugsandi, sjálfstætt, náttúrulegt fólk að skrúfum í beygluðu vélakerfi heimsmarxismans er að hefnast. Ég var að hlusta á Peter Hitchens í gær, hlusta á 2 viðtöl við hann sem eru síðan í janúar og febrúar. Og í viðtölinu var honum sagt á spyrjanda, vissur að það komið fram Scientific Journal sem leyfir vísindamönnum að birta nafnlaust.
til að fá peer review. Það sem þeir geta leyft sér að birta nafnlaust svo að þeir geti komið með vísindarlegar fullyrðingar án þess að vera teknar að lífi pólitískt. Þeir reyndar fóru ekki dýpra ofan í hvaða journalið er. Ég var eftir að finna það en ég byrjaði að Google eftir því. Þetta segir mörgum mikið. Sjá, ok. Í þessu ljósi ætla ég að lesa eina færslu sem ég skrifaði á Facebook 7. febrúar. Og þetta er það sem ég ætla að gera öðruvísi. Ég ætla að taka mig bara tíma einu sinni í viku og frekar heldur en að ranta og rausa, lesa bara eitthvað upp. Þú verður að horfa á mig og meðan ég les. Það hefur verið margsannað og það strax 2008 að Davíð Oddsson reyndi af alefli að koma í veg fyrir að sósíalistar kemur hruninu á. Þegar Guðni T.H. forseti lýðveldisins 1944 vændi Davíð í kosningabaráttunni 2016 að hafa enga sómakennd, skildi fólk hann á einn veg, sagnfræðinginn. Sósíalistar sem vilja sannanlega færa ESB og UNESCO landið okkar að gjöf hafa talið Íslendingum trú það statt og stöðugt í áratug að Davíð hafa átt sök á hruninu. Það er margsannað að sósíalískir kínesian hagfræðingar hjá ráðgjafadeildum bankana í samstarfi við ríkiskerfið komu hruninu á með dyggri aðstoð sósíalískra blaðamanna. Síðustu 3 seðlabankastjórar og fjöldi undirmanna og tengdra valdavina þeirra eru yfirlýstir kínesian sósíalistar og sumir þeirra viðurkenndir kommunistar. Hrunið var, að mínu mati, aðgerð til að yfirtaka það sem illgjarnir marxistar kalla kapitalisma og koma hagkerfum undir sósíalískar einkavinanefndir. Í 2 til 3 ár fyrir hrun reyndu margir sérfræðingar erlendis að vara íslensku þjóðina við. Að taka ekki láni á þessum bönkum sem væru að svindla á fjármálakerfi heimsins og eru enn að gera það undir stjórn sósíalista. Íslenska hagkerfið færi ekki einu svona að gera erlendra millifærslur lengur. Eins og þú veist. Í 2 til 3 ár, fjölmiðlaelitan blés sífellt niður þessar ábendingar. Fjölmiðlaelitan blés sífellt niður þessar ábendingar og hvöttu þjóðina til að taka lán fyrir nýjum bílum og gólfvötnum og þegar sósíalistar hófu að ryksuga til sín eignir fólks árin 2008 til 2013 og lengur þögðu sömu kommunistar þöglu hljóði. Kommunistinn sem RÚV vélaði þjóðina til að kjósa sumarið 2016, forsetiðinn, stendur ekki einu sinni með trú þjóðarinnar, sem að mínu mati allt sem segja þarf. En nýlega gerði ég 4 tíma vídeó þar sem ég greindi þetta alveg í kjölinn. Það er núna á archive.org. Því að það svo meira bara svona innsæði, ég vildi ekki hafa þetta á YouTube. Ég get ekki alveg útskipt okkur. Velkomin í alræðissýki lífveldiskommunismann sem heila þær börnin þín og ef þú mótmælir því, tekur börnin þín af þér með samþykki heila þeina áhugenda Kastljós. Með fullri virðingu eða særi tilfinningar lesandans að ég tilbyð ekki skrínið eins og á að gera. Alræði heitir á ensku tyranni. Það er óþarf að fara ofan í það hér að til dæmis þegar Jóhannustjórnin og aðra sósíalískar stjórnir á Íslandi dæmdu ákveðna bankamenn fyrir glæpi. Síðar kom í ljós að þetta voru stalinísk sýndaréttarhöld. Bankakerfi fór á lögum, allan á heimsvísu. Nýlega fór ég ofan í. Sjá, Facebook aftur. Lesa aðra færslu eftir Guðjón Hemberg. Það er vilt netið, henni kemur hann. Henni kemur færslan.
Í nýlegu íslensku vídeói árið 2019 útskýrði ég fjölda tilfella bilunum í lendingabúnaði flugvéla víða heim og rökræddi hvernig á þessari holskeflu kunni að standa. Berðu þetta saman við einkennilegt tómarúm í fréttateksta af íslensku flugvélinni sem hlektist á í lendingu í gær. Tvennt í þögn á Íslandi, þekking og skilningur. Vegna þess að ég ætla ekki að ítreka eða endurtaka eitthvað sem ég hef áður sagt í vídeói. En þegar þú sérð einkennilegt tómarúmi í fréttateksta, það er búið að vera tugir af lendingum. Meira segja nýlega þegar Hulk Hogan var á leiðinni til Sádi-Arabíu með millilendingu hér. Að þá þurfti hann að leigja aðra vél því að hann og fleiri, þetta eru náttúrulega elitulið, skemmtikraftar, ríkir skemmtikraftar, Hogan og fleiri. Þeir voru leið frá Bandaríkjanna til Sádi og einkaflugvél. En þeir þurftu að leigja, þeir voru leigja einkaflugvél, það er jafn vel hugsað þessar vélar eins og aðrar. Hann þurfti að bíða eftir einkaflugvél, leiguvél. Og í kjölfarið myndi þá eftir ég hafði sé fleiri fréttir að senda á svona minnst á svona. Og ég googlaði aðeins og það eru tugir. Blaðamaður sem ekki væri sósíalisti og hefði áhuga á þekking og skilningi myndi minnast á það í svona frétta. Það er eitthvað í gangi á heimsvísu. Það er eitthvað í gangi. Ég setti í vídeó mitt ákveðna rökræður varðandi artificial intelligence og ástandið í hugbúnaði gerð á heimsvísu í dag og tengdi það við það hvernig tölvukerfin að yfirtaka líf fólks og samfélag og hvernig elitan montin að því og hvað fólk algjörlega sofandi á verðina með það. Algjörlega, og ég fór þar ofan í faglega nálgun og faglega ábyrgð á tölvukerfum. En það má líka spyrja sig hvort að það sé aðgerð í gangi. Það má alveg spyrja sig að því. Það er frétt í dag. Vara við slitlagsblæðingum og Holtavörðuheiði. Ég ætla að lesa alla fréttina fyrir þeim. Vegagerðin varar við slitlagsblæðingum á þjóðvegi 1 frá Holtavörðuheiði að Öxnadal. Veistu hvað þetta er langur vegur? Fjölmargir ökumenn lentu í vandræðum í gærkvöldi allt frá Holtavörðuheiði og norður í Skagafjörð samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni. Þegar í stað var borinn sandur á malbiki í gær, samkvæmt verklagi Vegagerðarinnar. Í dag verður þetta skoðað frekar. Spáður kólandi veðri og því ætti að draga og blæðingum að slitlagi en hiti fór yfir frostmark í gær. Þau byrja var fyrir áratug að nota repjuolíur í malbik og bílar urðu fyrir stórfelldum skemmdum, þá neituðu tryggingafélög að bæta tjón. Vegagerðin sem stýrði af sósíalísku stjórnkerfi og sósíalískum nefndum neitar að bera ábyrgð á því sömuleiðis. Hvað er umfjöllun þetta stóra hagsmunamál á Íslandi? Og það má líka spyrja sig hvort sósíalistum sé skít sama eru hvort að fara að leggja niður einkabílinn. Það var náungi sem setti saman skemmtilega mynd fyrir nokkrum vikum. Það sem að hann voru að birta það að Greta Thunberg sem er áróðursverkfæri, þarna ungur krakki notaður í mjög grimmilegum tilgangi, þetta er algjört abuse á krakkanum. Ég tók eftir því til þess í haust þegar sósíalistar fóru að væna menni svo mig að vera bara svona miðalda hvítir kallmenn, að við værum að ráðast á einhvern krakka. Það var alveg uns og skot. Ég var einn af þeim sem byrjaði á því að segja, heyrðu, ég er miðaldra hvítur karlmaður. En ég tók eftir því, ég setti athugasemdir á nokkra erlenda þræði þar sem fólk var aðeins að skamma okkur miðaldra karlmennina. Og ég setti velvaldar athugasemdir á stöku stað þar sem ég sagði, það er enginn að tala blessað barnið. Það er verið að tala fólkið sem er að misnota það í heimskulegum áróðri og algjörlega órökstundum áróðri og er að eyðileggja líf barnsins. Og í 2 mánuði á eftir þá bara sástu þeir áróðursefarnir þorðu þá að minnast á þann krakka í nokkra vikur á eftir. Ekki út af mér, það bara þegar hún nærði að segja hlutin akkurat
Það eru kannski 2, 3, 400 mann sem eru virkir í athugasemdum og eru að gera athugasemdir miklu víðar og eru kannski að ranta og kannski með podcast. Það virkar. Vetrarsól. En ég tók þessa mynd vegna þess að Time Magazine gerði Greta Thunberg að Person of the Year 2019. En þeir höfðu líka gert það með Adolf Hitler 1938 og ég postaði myndinni. Og þar með setti Facebook mig í 30 daga bann. Bannið endar ekkert rosalega viðtækt. Það þýðir ég get farið inn á Facebook og kommentað í browser en ég get ekki gert það í Android. Og þeim finnst ekkert vera sambarilegt við sjálfa sig eða þá sem stóðu í ritskoðunum og vegum Stalin eða í ritskoðunum og vegum katólsku kirkjunnar á miðöldum. Nei. Sko þegar ég er að gagnrýna sósíalista, mér er sósíalismi allt í lagi, það er ekkert málið. Það eru ákveðnar hugmyndir sem eru alveg áhugaverðar. En það er líka mjög mikið af hugmyndum annars sem eru stórhættulegar og óheðalegar. Sósíalistinn trúir því til dæmis að það sé til eitthvað sem heitir sameign þjóðar, sem ekki til. Hann trúir því þegar að veiðimenn fara á veiðar að fólkið heim í þorpinu eigi sjálfkrafa rétt á helmingnum á veiðinni. Eins með akuryrkju eða eitthvað annað. Þeir trúa á sameign hópsins en ekki að einstaklingur innan hópsins megi til dæmis skara fram úr. Hann verður þá að vera sérfræðingur með prófgráðu og tilengaður af hópnum. Þetta er svona ákveðin heimsmynd sem er byggð á ákveðin heimssýn og það er að byrja, ég er ekkert svo eini sem er að byrja að rökræða þetta. En ég er líka bent á það að sósíalismin hefur verið einráður heilafót barna í 2 kynslóðir, 80 ár. Þannig að fólk sem er að rökræða þetta í dag, það veit ekkert hvernig það gera það. Það er búið að fjarlægja getunum til þess úr hausnum. Ég var að tala það sem ég ætla að fara að gera öðruvísi. Ég er búin að stofna hérna á Anchor FM podcast. Ég er bara búin að gera 2 færslur og eina kynningu, bara 2 færslur. Það sem ég ætla að fara að gera á meðan Anchor er ekki að ritskoða. Af öllum þeim sem er að gera podcast í heiminum í dag, þá eru þessir mest spennandi. Ég er búin að vera að grúska í þessu svolítið núna síðustu 4 mánuði, 5 mánuði. Og það er ýmislegt sem að mætti laga hjá þeim. Það er til dæmis mjög erfitt að hlusta á podcast frá þeim nema þú sett með allra nýjasta Androidin en ef þú ert með Apple síman, iPhone, þá er það ekkert mál. Þeir eru greinilega Macintosh baseraðir gaurar. Ég er enda að skrifa þeim í gær út af þessu. Benti þeim á að þeir væri að gera Android notendum erfitt fyrir nema allir væri með nýjasta Androidin. Ég ætla með Android 4.4. Það eru fullt af vefsíðum eins og ég ætlaði að fara að prófa Tinder daginn. Það bara koma, your Android devices out of date. Sem er bara ágætt. Ég veit ekki okkur það var bara einhver félagsþrýstingur og átt að prófa Tinder. En ég á að vera einhleipur. En ég teki eftir sem ég marga. Wikipedia sem er orðið búið að sanna að Wikipedia er ekki heiðarlegt upplýsingarit. Wikipedia er sósíalist upplýsingarit. Nýlega var ég til þess að bera saman upplýsingar. Ég var að tékka okkur hlutum í tengslum við ég er ekki byrjaður að blogga það í vídeóum eða skrifum. Utan kannski ein grein sem ég var að senda á Mokkan sem er svona smá, ég ætla að lesa það fyrir þig. Ég ætla að gera svona flóknu upptöku í dag. Að ég er farin að pæla svolítið í fyrirbæri sem heitir The Eternal State. Og það er nóg það að segja, þannig að það er best að segja kannski sem minnst núna. En The Eternal State er hugmynd sem að Íslendingar þekki ekki. Og hún er ekki algeng meðal heimspeki grúskara erlendis, en hún er alveg þekkt. Það er eins og lítið talað hana, eins og fólk veit ekki hvernig það var fjallum þessu hugmynd. Og ég hef verið að átta mig á því að margt sem ég hef verið að gera síðustu árin tengist inn á þetta. Og ég er aðeins að skoða alls konar hluti.
Og núna fyrir hvað viku, hálfu mánuði, þá var ég að Google bera saman einhverja upplýsingar varðandi lagaklásúlu Hammurabi. Sumir segja að þetta sé fyrsta stjórnarskrá mannkynsins, en það er ekki rétt. Þetta er hins vegar næst elsta skráða lagaklásúla mannkynsins sem við vitum um. Það er til önnur eldri frá svipuðu menningarsvæði. En Hammurabi er flottust. Hún er 282 færslur, segir maður rétt, eða greinar. Og svo sem er eldri er bara einhverja 10, 12, 13, það er reyndar bara til slitur úr henni, þannig að það er ekki vitað. Og það eru svona, þær slitur lögin, þar eru meira sérhæfð. Þau eru meira svona specific. Það sem að gera Hammurabi lögin cool er að þau eru meira general. Og það er ein færsla í lagaklásúlu Hammurabi sem er sérstaklega um dómara, hvað á að gera við dómara sem dæmar átt. Og hún er orðuð svolítið skemmtilega, hún er orðuð þannig sko ef dómari þarf að laga dóminn sinn. Þannig að það er svona mjög áhugavert með margt sem er í gangi í okkar samtíma. Ef dómarinn er stalinískur og það sannast á hann. En þetta er allavega það sem ég er að pæla í dag, er það að gera bara podcast og bara á ensku og fá útrás fyrir það ef við vil tjá mig eitthvað á íslensku bara einu sinni í viku og fókusa þá meira á eitthvað sem ég geti kannski bara lesið upp. Og ef þú ert að pæla í hvernig finn ég podcasti eitthvað Guðjón, þá finnur þá frá not.is, alveg eins og með arkífum þetta. Ef ég gef eitthvað út sem ég er ánægður með, þá linka ég það frá not.is. Hvar finn ég bloggið þitt? Frá not.is. Hvar finn ég enska bloggið þitt? Frá not.is. Hvar finn ég hljóðbækurnar þínar? Á not.is. Þetta er ekkert flókið. Já, byrju við. Þetta eru 50 síður. Þetta er... Já, ok. Þetta er eitthvað sem ég þarf að lesa. Ég ætla að bókamerkja það. Ég veit ekki hvort það er óhætt að lesa upp úr því. Óhætt. Gæti verið sósíalistar. Ég þarf að passa, ég þarf stundum að minna sjálfan mig á, sko. Það fara ekki ómikið út í ökkanar, sko. Hér er ritgerð, ég ætla bara bókamerkjana og sjá til í lokin hvort ég fyrir á neða. Ég er búin að bókamerkjana. Býtum á ég. Heyrðu, já. Já. Þetta er svolítið skemmtilegt efni. Kom skemmtileg grein á MBL-vikunni. Bannað efni opið úr RÚV. Þetta er 4. febrúar 2016. Hvað kemur í smók? Áður en ég fer hon í þetta, já, ég var að tala um þetta 30 daga bann á Facebook. Sko, Facebookingar, þú veist, þetta er Pentagon fyrirbæri og ef þú veist það ekki þá ert ekki að hlusta á mig. YouTube er það líka, Google líka, það er margbúið sann þetta. Og það er svolítið merkilegt að fólk vilja nota þessa miðla. En hegðun YouTube, Facebook, Google og fleiri, sérstaklega síðustu 4 árin, er honum þannig að haugur af fólki sem er, eins og til dæmis ég, sem að pæli í hlutum, grúska í hlutum, afla mér upplýsingar, veit náttúrulega ekki allt og þarf stundum að leiðrétta mig og allt þannig, ég meina, ég er ekkert að gefa út fyrir að vera eitthvað fræðingur. Það fjöldi fólk, sko, sem er ekkert bara svona einhverju sófahjassar að glápa á kastljós. Fólk sem ber sig eftir þekkingu, ber sig eftir upplýsingum. Nú veit allir að ég er mikill aðdáandi bæði Guðmundar Franklín og hans Axel Péturs Axelssonar, jafn ólíkir og þeir eru. Nú er Franklín mikill aðdáandi Dorrit Musaev. Ég sé rautt þegar ég sé minnst á Dorrit Musaev sem dæmi. Hann er mikill síonisti og mikill aðdáandi Ísraels og Pentagon.
ég sé nú álíka rautt þegar það ber á góma, en þú veist, það eru, þú veist, alveg svo fólk þekki með djúkaðanir, við Axel erum ekkert sammála alla hluti, en það er eitthvað svona undirliggjandi á fólki sem að hefur áhuga á þekkingu, áhuga á upplýsingum, áhuga á rökhyggju, áhuga á því sem einu sinni hét heilbrigð skynsemi, og áhugi á áróðri, áhugi á heilaþvoti, það er að segja þegar hann birtist, áróður og heilaþvotur birtist og þegar fólk lætur hafa sig að fífli. Við verðum aldrei öll sammála alla hluti, en það er ákveðin íhaldssöm gildi í merkingunni það er ákveðin gildi, ákveðnar aðferðir, ákveðin virðing, ákveðin tegund hugsunar sem mannkynið, hvort sem að mannkynið er 12.000 ára gamalt, 6.000 ára gamalt eða 200.000 ára gamalt, það getur enginn sannað eða afsanna neitt með það. Ég veit alveg kolefnisgreiningar og ég veit alveg atómklukku-greiningar og svona dót. En það eru svarthol í þeim greiningum og það eru fullt af aðilum sem hafa farið onni það. En þú finnur þá ekkert á Google, þeir eru hreinsaðir út. En þess að þeir þori ekki allir að birta nema þeir geti gert það anonymously, annars þeim útrýnt. Og þetta er hlutir sem að þegar ég tala húmanistavísindi, þá er ég að tala þetta, vísindi sem eru pólitísk, vísindi sem eru hönnuð til þess að styðja við ákveðna heimsmynd frekar heldur en það sem er sannanlegt og rekjanlegt. Og það sést best á því að húmanistar og sósíalistar, þeir viðhalda á ensku yfirlýsingunni science can explain everything. No, science can explain nothing. Science can describe things. Metaphysics can explain things. Þá bara neita þeir að ræða þá og setja þig í 30 daga bann. Ég er eini Íslendingurinn sem hefur lent í ritskoðun, takmörkuðum ritskoðunum þó. YouTube hefur ritskoðað mig og hóta því að ef ég brjóti af mér aftur, þá verði rásin minn eitt. Facebook gerði nákvæmlega það sama. Og ég er eini Íslendingurinn sem hefur árum saman verið að segja hluti sem er nánast útilokað að hrópa niður með rökum. Nánast. Auðvitað, þú veist, enginn er fullkominn og allt það, en þegar fólk segir að þú trúir ekki á vísindin, nei, trú á Guð, en ég nota vísindin. Ég les mig til vísindi. Alveg úr kjölinn. Og ég bendi á til dæmis þú veist, það er mjög einfalt í rauninni að benda á hvað ég er að tala um. Húmanistavísindin segja að svarthol séu staðreynd og að vetrarbrautir séu staðreynd. Ég er ekki að segja að svarthol sé ekki til. Ég er reyndar hættur að trúa því að svarthol séu til. En ég útilokaði ekki á þau séu til. En ég er búin að fara ofan í ég er búin að lesa mér til rökstuðning manna eins og Einstein og fleiri, hvernig þeir rökstuðu þessu hugmynd. Ég trúði til dæmis skrifum hans gaurinn í hjólastólnum, hvað heitir hann aftur, Stephen Hawking. Ég las allt sem þessi gaur lét frá sér í 20 ár og ég trúði þessu öllu saman. Og þegar ég er að tala menn eins og mig, sem eru allt í einu ritskoðaðir. Sumir eru forritarar, sumir eru vísindamenn, sumir eru heimspekingar, sumir hafa menntað sig á öðrum svæðum. Hvað gera þessi menn? Þegar ég er að gera þetta vídeóið mitt fer á YouTube, ég geima afrita því og svo fer það á safnið og ég sé henni með annað safn. Ég skal bara sýna þér það. Ég vil ekki sýna slóðina vegna þess að ég vil hafa það út af fyrir mig. Hver er aftur slóðu mín? Svo hvort ég muni það rétt. Það er listi af öllu vídeónum mínum á ensku. Ok. Það er falin íslenska slóðin. Þetta er ensku vídeónum mín.
á engaslóð sem að, þú veist, ég geti opnað hana bara, þú veist, tekur mig 5 mínútur með FTP-forriti að opna slóðina. Hún reyndar opin ef þú veist slóðina, en tekur mig 5 mínútur með FTP að fara inn á not.is og birta slóðina. Arkífið mitt þar. Það á góðum stað. Það hýst á server út í heimi og ég stilli DNS-inu þangað sjálfur. En ok. Aftur af fréttinni. Bannað efni opið og RÚV. Og svo það flott mynd af einhverjum aumingjum. Ég ætla að lesa fréttina, hún ekki löng. 3 efnisgreinar eða 4. Norska sjónvarpsþáttaröðin Exit sem fjallar úrkynjaðan og siðspilltan lífsstíl manna úr fjármálaheiminum, eins og það orðað á VF RÚV. Eru opin öllum í spilararúf, bæði á netinu og í sjónvarpinu. Þó svo að þáttaröðin sé rauðmerkt og því stranglega bönnuð börnum. Í kæru Símans til fjölmiðla nefndar ríkisins vegna málsins, sem Morgunblaðið hefur undir höndum, bent á að engar aðgangsstýringar sé á spilara ríkisútvarpsins til að verja börn og ungmenni fyrir grófu myndefni. Jafnframt athygli nefndarinnar vakin á að þarna sé á ferðinni einstaklega gróft efni sem banna sér börnum 16 ára og yngri. Í 22. grein laga fjölmiðla frá árinu 2011 segir orðrétt í efnislið C. Heimilt að miðla hljóð og miðlunar efni eftir pöntun, sem ekki talið við hæfi barna, af því tilskyldu að tryggt sé með viðeigandi tæknilegum ástæðum að börn hafi ekki aðgang að því. Á vef og Facebook síður RÚV efnið kynnt rækilega og sagt að kvörtunum góðborgara hefði ringt yfir norska ríkissjónvarpið NRK frá frumsýningu þáttanna síðasta haust. Og fyrir neðan segir 1 blogg fréttina. Og bloggið hefur ber titilinn Af sósíalískum góðborgurum og skrifað á Guðjóni Heimberg. Og vegna fjölda áskorana á þessum sekundubrótum ætla ég að lesa þessa bloggfærslu. Ég varði við, hún löng. Og fekk 3 like. Ég má nú bara þakka fyrir að fá 1. Ég að lesa greina sem skrifuð þriðjudaginn 4. febrúar 2020. Í fáein ár hef ég haldið því fram að það sé engin Íslendingur til lengur. Og þá í þeirri merkingu að sú frumspeki sem íslensk þjóð notaði til að skilgreina sjálfa sig horfin úr vitund nútímafólks á Íslandi. Fyrir einni kynslóð sem hálfur mannsaldur voru þúsundir fólk sem skilgreindu sig sem Íslendinga, svo sem í Kanada, Ástralíu og jafnvel í Brasilíu. Svo 3 dæmi séu tekin. Þetta var fólk sem skildi þá frumspeki sem nú horfin. Fólk sem fætt á Íslandi síðustu 4 áratugina allir Íslendingar, samkvæmt sósíalískri heimsmynd. Hvort sem þeir með tælensk eða pólsk gen, að öðrum genafamiljum og lögstöðum. Í þessum hópi þúsundir Íslendingar sem ekki mæla á íslenska tungu. Stór hópur fjölmiðla og stjórnmálafólk seldur að gagnsætt séð sama og gegnsætt. Sumar orðabækur því sammála. Merkingarlega mikill munur á að sjá til gagns eða sjá í gegnum. Sama uppi á teningnum þegar þau halda að hatursegð sé haturs orðræða og þar linka ég þá í 2 greinar sem ég fjallaði þetta. Tugþúsundir nú Íslendinga kunna stafsetningu, jafnvel setningaskipan, en enga íslensku með setu. Allt kann þetta fólk pólitíska og menningarlega rétthugsun. Íslendingar notuðu gegnum áratugina orðið góðborgari sem háðsyrði og mátti túlka merkingu háðsins á marga vegu. Sem vekur í mínum huga upp áhugaverða spurningu varðandi viðhengta frétt. Var ritstjórinn meðvitaður munin á íslensku með setu og íslensku með essi þegar hugtakið var sett í fréttina. Það til fjöldi fólks í menningarlífinu, þar á meðal innan fjölmiðla og stjórnmála, sem kunna munin á því sem hér útskýrt og gefa það til kynna með því sem hætti.
Rétt eins og gert var þegar fólk setti háð og menningarrýni á milli lína eða gaf til kynna með táknmáli sem fólk af þjóðinni skildi en þjóðin ekki. Ég veit ekki hvað átt við með setningunni fjallar úrkynjaðan og siðspilltan lífstíla manna úr einhverri stétt. Hugtök á borð við úrkynjun og siðspillingu eru frumspekilegs eðlis með misskilgreinda snertingu við veruleikann. Siðfræði er svo fræði að skilgreina og velja eða ákveða hvernig frumspekilegar hugmyndir séu túlkaðar yfir í hegðun og samskipti sem aftur notaður sem grundvöllur undir félagshóp eða þjóðflokk sem enska orðið tribe sem aftur mótar grundvöll fyrir þjóð. Þjóði samkvæmt rótföstu menningarviðmiði hópur fólk sem deilir sömu heimsýn og hefur getu með orðum eða myndum til að tjá mismunandi túlkanir þessarar sínar yfir í hegðun, afstöðu og samskipti og þannig myndast þjóðin. Til einföldunar skulum við snúa fyrrgreindri setningu upp á annan hóp en viðhengdafréttin bendir á og segja fjallar úrkynjaðan og siðspilltan lífstíl manna á sósíalistaheiminum. Fólk í fjármálaheiminum, rétt eins og fólk í byggingaheiminum, starfar í umhverfi sem meðhöndlar fjármál, en hinir starfa í umhverfi sem meðhöndlar húsbyggingar og viðhald. Hvorugur heimurinn snýst heimssýn eða heimsmynd. Hvoru tveggja verkfræði, engineering. Sósíalistar og öfgasósíalistar, eða kommunistar, tilheyra hins vegar heim sem myndbirting ákveðinnar heimssýnar. Heimssýn angi innan frumspekinnar, rétt eins og siðfræðin, sem túlkast yfir í heimsmynd í veruleika. Í fjármálalífi, sem fjárverkfræði, og stjórnmálalífi, sem hluti af þjóðfélagsverkfræði, starfa margir sósíalistar í ýmsum klúbbum. Allir sósíalistar deila sömu heimssýn, sem afbrigði af heimssýn húmanismans, en mismunandi sósíalistaklúbbar birta eða túlka heimssýn sína í mismunandi heimsmynd. Sósíalistar leynt og ljóst vinna að framgangi og vexti síns heims og beita til þess allskyns tólum. Svo heimspeki sem algengast að nota kennt við Frankfurt School of Social Theory and Critical Philosophy. Ég hef ekki séð þessi hugtök þýtt ennþá svo vel sé, svo ég biðst velvirðingar. Frankfurt skóli, samfélagskenningar og gagnrýninnar heimspeki. Stundum notuð orðin radical social theory sem mætti útleggja sem róttæk samfélagskenning. Mjög stór hópur sósíalista á Vesturlöndum og víðar í heiminum hefur unnið leynt og ljóst að því að framfylgja heimsmynd Frankfurtskólans. Einn af þekktustu stjórnmálaleiðtogum Breta, Tony Blair, einn þeirra sem hefur gert þetta opinberlega. Trotskíistar vinna markvisst að því að leggja niður þjóðríkin og stofna eigin nefndir og alþjóðastofnanir sem síðan sjáu stjórn auðlinda og uppeldi fólks. Frankfurtskólinn heimspekiskóli sem hófst sem skólastofnun. Þegar fólk aðhyllist ákveðna heimspekistefnu oft átt við að það aðhyllist heimspekiskóla þó stofnunin sjálf sé horfin. Áhugasömum lesendum bendi ég á að á vefsíðunni marxists.org má finna ítarlegan lista yfir þá heimspekinga sem mótað hafa aðferðir og hugsanir þessa heimspekiskóla marxismans. Enga samsæriskenningu að ræða. Ég hef stundum í flimtingum í myndskeiðum mínum að flestir ritstjórar Vesturlanda, stór hópur bjúrókrata og stjórnmálamanna séu í dag trotskíistar, leynt og ljóst. Auðvitað alhæfingu að ræða, en sé borin saman skrif Leon Trotski við hegðun og markmið og heimsmynd margra kemur í ljós að háðið beitt. Eitt af því sem einkennir sósíalisman ákveðin grunnhyggni og yfirborðsmennska þegar kemur að menningarrýni og merkingarfræði að mínu mati. Að flokka fólki ákveðna heima viss útlegging af því markmiði Marx og hans fylgjenda að leið og gamla aðlinum var velt af stalli sem var lokið 1920 með dyggri aðstoð aðalsins búið til nýtt aðalsskipulag, kast eða klass. Í heimi sósíalistans fólk sett í mismunandi aðla eftir því hvaða fag það vinur við, hvar það fætt eða hvað það hefur skrifað einhvers staðar og má til dæmis skrattakenna eða dímonæsa fólk ef það segir vissa hluti eða skrifar
Annað sem þetta fólk gerir að það virðir að vettu í dýpri og oft frumspekilega merkingu málsins og jafnvel skrumskælir og endurmerkir orð sem menningin hefur notað öldum saman til að tjá og túlka merkingu. Besta og ef til vill einfaldasta dæmi er nýfrjálshyggja. Erlendis var lengi notað orðið libertarian sem hugtak fyrir íhaldsfólk sem ekki vildi nefna sig íhald eða konservativ, sem er svipað þegar sósíalisti vill ekki nefna sig kommunista. Þá komu nemendur Frankfurtskólans og uppnefndu fólk úr eigin röðum sem liberal og þannig var yfirskyggð merkingin libertarian. Þessi merkingar flækja er til hérlendis en festi ekki almennar rætur. Á sama tíma upp á 1960 bjuggu sósíalistar til hugtakið nýfrjálshyggja, neokonservativ, í sama tilgangi og festi það rætur hér. Margs konar önnur dæmi mætti tína til en það væri utan viðfangs eða skóp þessar pistils. Þegar frumspekileg merking málsins ryðgar og dofnar, minnkar rótfesta fólks meðal þjóða og þjóðflokka og þegar fólk hefur verið alið upp í 2-3 kynslóðir af kennurum í ríkisskólum og meiri hluti ráðinna kennara eru sósíalistar með grunnhyggnar heimsmyndir, minnkar rótfesta fólks í hugsun og sjálfskenningu, self-identity. Þá er stutt í að hægt sé að róta upp í menningarheimum með róttækum samfélagskenningum og draga þá út í aðalsdilka og síðan stefna þeim þannig að þeir stími hver á annan. Ótal mörg dæmur hvernig þetta er gert. Fyrir menningarrýnendur sem hafa vald á merkingafræði og hlutbundnum greiningaraðferðum hafi þeir engan annan tilgang en að hafa ofan af fyrir sjálfum sér og öðrum, gefur þetta merg tækifæra til að greina og benda á. Hafi maður ekkert annað áhugamál, þarf manni aldrei að leiðast. Eitt af því sem fólk elskar eru kjaftasögur, anekdóts. Og þegar ríkismiðlar sem gætu verið norskir, breskir eða íslenskir, velta sér upp úr kjaftasögum og trotskíista áróðri, en sósíalistar elska að vinna fyrir guðinn sinn, ríkið, þá er auðvelt að búa til allskyns þvætting og kalla það fræðsluefni. Ef fólk meðal almennings er hins vegar orðið þreytt á verkfræðinni og sér í gegnum áróðurinn, segjum til dæmis að fleiri en ég fatti að hrunið 2008 var alfarið hannað, ræst og markaðsett af kínesian trotskíistum, þá þarf fleiri tól til að vekja athygli á verkfræði á borð við þá sem tengt frétt vísar til. Ein aðferð er svo að fá 2 félagsskráða aðila til að skrifa kvörtunarbréf, kalla þá góðborgara og síðan birta fréttum á fólk meðal almennings hafi kvartað yfir einhverju. Þar með er kvörtunin sjálfvorðina fréttaefni og forvitni fólks er vakin og það tekur eftir vill ekki eftir því að hugtakið fjármála heimur er marxískur áróður. Kapitalismi er, sjáðu til, hugtak búið til og markaðsetta marxistum. Kapitalismi er, sjáðu til, hugtak búið til og markaðsetta marxistum. Fjármálaverkfræði er hvorki heimsmynd né heimssýn. Þar fyrir utan eru ríkustu menn fjármálalífsins í dag, Warren Buffett, George Soros og Bill Gates, allt saman sósíalistar sem styðja verkfræði Frankfurtskólans að því mér hefur sýnst, en eru aldrei greindir eða aðdyrtir af fjölmiðlafólki trotskíismans. Ekki einn einasti vestrænn blaðamaður hefur dirfst að rekja hvaða sósíalistar hafa grætt heilu gullnámunar á áróðri hamfara veðurfar eða á rusl, flokkun og endurvinnslu. Hvergi er flett ofan á forystufólki sósíalismans sem á milljarða í allskyns skjólum. Enginn tók eftir þegar kínverskur trotskíismi fór að hafa áhrif á vinstri stjórnmál og fjölmiðla á Vesturlöndum gerðist tvennt. Stáliðnaður heimsins flutti til Kína og Evrópa reisti kínverskar vindmyllur sem rústa fuglalífi og kínverskar sólarsellur meðan Warren Buffett og George Soros fjárfestu í öllu saman. Og meðan þessi sömu stjórnmál stúta einkabílum og flugvélum fjárfesta þeir í járnbrautarkerfum fyrirfram. Engin greining birtist almenningi á netinu, Engin greining birtist almenningi á neinu því sem hér er framsett, hvorki merkingarfræðinni né veruleikarum sem túlkast upp úr henni. Við sem leifum okkur á grúska í þessu erum bara skrattakenndir samsæringar. Staðreyndin er þó sú
að það eru stöðu átöku gegnum alla mannkynsöguna á milli klúbba sem leynt og ljóst aðhyllast mismunandi heimsmyndir. Þegar hinn upplýsti almúi lætur spila með sig, hefnast öll þjóðfélagsverkfræði og í átökum milli verkfræði skóla verður fólk að auðsveipum gjaldmiðlum. Já, ég var að tala fólk eins og mig, fólk eins og þetta skrýtna liðið sem eru ekki sófahjassar sem láta heila þvó sig. Við höldum bara okkar striki. Við förum á aðra miðla sem við getum talað eitthvað. Við erum stoltir af þessum 7 sem hlusta eða þessum 3 sem lækuðu. Af því við vitum að það eru bara 4% sem að hugsa og af þeim kannski helmingurinn sem gæti orðið sammála. En við áttum okkur á því að þegar við hreyfum við steinum hugmynda að þá geta steinar losnað í hlíðum og orðið af afalönsum. En það líka annað sem gerist. Við byrjum að leita að öðrum social media miðlum þar sem við getum mynda samfélag. Þetta kann að hljóma kannski sem eitthvað svona nei, veitu. Þegar Martin Luther hefur verið lesið 95 greinarnar, the 95 theses, not thesis, theses, analysis, hefur verið lesið greinarnar 95 sem Martin Luther neldi á dyrnar, leið og hann prentaði 10.000 eintök og lét dreifa. Hann átti stóran vinahóp, sko. Fáum meira kaffi. Hefur lesið þetta? Ég hef grúskað aðeins í þessu. Ég hef mest verið að grúska í Martin Luther út frá sjónarmiðinu hver var guðfræði Martin Luthers. Og ég kem að einkennilega tómum kofanum. En ég finn slatta af efni af pólitíkinni. Og ég er að reyna að leita, ég er verið að leita og það kemur að ég finn það. Ég svo sem svona tek skúrka. Og nota bene, ég náttúrulega var lútersk kristinn frá því ég var skírður, ungbarnaskírður og þar til ég varð vottakristinn 20. Þannig ég var lútersk kristinn fyrstu 20 ára ævinar. Þannig ég er ekkert að tala illa það og náttúrulega ég tók ekki eftir því fyrir eftir 50 að ég hafði verið alinn upp til að verða humanisti. Þú veist, ég er ekki að gagnrýna eitthvað sem mér bara datt í huga að verða fúll á móti. Ég er að gagnrýna eitthvað sem var áður partur af minni heimsmynd án þess að ég vissi úr hvaða heimsýn það kemi. Ég átta mig á því að þegar Martin Luther gerir þetta svipuðum tíma á Calvin að gera sitt og sínum svipuðum tíma á Henry VIII sem að gerði Anglikankirkjuna. Honum var meinilla við Luther og Calvin og þetta reformation, þessa uppreisnar kristni. Hann var sjálfur guðfræði menntaður og hafði skrifað guðfræðileg rit. Þú veist, ef þú heldur að þetta virki ekki, þá þú bara sami skrillin og mætti á bálfariðar. Heyrðu, ég ætla aðeins að vekja athygli á honum Páli Skúlasyni sem dó 2015. Það er ennþá til vefsíðan paulskúlason.is og það er alveg þess virði að fara þarna inn og lesa nokkrar greinar. Ég hef stundum minnst á það að stjórnarskrá þjóðveldis, þegar ég samdi uppkastið að henni sem síðar var lögfest af Alþingi, sem ekki lögfest af mér, ég var bara einn af þeim sem tók þátt í því, að ég setti frumspyggilegan einnarsíðu formál að henni. Í dag myndi ég kannski semja hann aðeins öðruvísi en hann bara er þarna, þú veist. Páll Skúlason skrifaði í marga áratugi stjórnarskrármál og er viðurkenndur akademískur heimspekingur. Og það er áhugavert að hann deyr sama ár og stjórnarskrá þjóðveldis var lögfest. Að í hans hugmyndum og stjórnarskrá segir þú getur ekki haft stjórnarskrá nema hafa
frumspekilegan siðferðis formála að henni. Þetta vissi ég ekki. Ég gerði þetta bara því mér fannst það rökrétt. Og ég ekki byrjaður að grúska mikið í ritum Páls heitins Skúlasonar, en ég ber virðingu fyrir honum og hans minningu. Ég hef séð viðtöl við hann og fyrirlestra á netinu, tveir fyrirlestra á netinu sem áhugaverðir í þessu tilsamhengi. En það Pál Skúlason sem bent á, einmitt í einum af þessum fyrirlestrum, að á Íslandi hefur verið ákveðin hefð fyrir því hvernig ráðherrar skipa embættismenn og þar með talið dómara. Og þess vegna líka sýna þér þessa síðu, ef þið langar að grúska, margt að þessu kannski þungt og allt það, en til þess að bara þú smellir á greinar, hvað fann ég já. Þú veist, hérna ég bara búin að smetla á greinar, sko. Þú veist, alveg haugur á efni. Og sumt að þessu alveg sko, eins og illa sem ég fer ég langar að lesa bara eina mjög stuttafrétt frá 23. febrúar árið 2000, akkurat 20 ára gömul frétt. Páll Skúlason skipaður háskólarektor. Menntamálaráðherra hefur skipað Pál Skúlason rektor Háskóla Íslands frá 5. september 2000 til 30. júní 2005 í samræmi við tillögu háskólaráðs. Hann var eini umsækjandinn stöðuna. Hvort skipti meira máli, skipun eins eða skipun 15 landsréttardómara eða eins héraðsdómara á Norðurlandi, þegar Davíð Oddsson skipaði son sinn sem dómara. Eða skipti máli hver yfirmaður og leiðtogi íslenskrar menntunar í 5 ár. Það að mínu mati, sko, sá sem stýrir menntun á, þú veist, eins og Lee Kuan Yew, sem hann var stjórnandi í Singapúr í 30 ár og gerði Singapúr að nákvæmlega því heimsveldi hugans sem ég verið að segja í síðastliðin áratuga við Íslendingar gætum gert og höfum betri aðstæður til að gera heldur en hann gerði. Hann sagði þetta, sá sem stjórnar menntun í 12 ár, stjórnar næstu kynslóð. Skýtt með staka dóma. Þetta til dæmis ein grein eftir Pál Skúlason. Hvers vegna skildum við greiða skatta? Þetta PDF-skjal upp á 10 síður. Hann sem farið heimsbyggilega ofan í það hversuna við ættum að borga skatta. Ég vil að lesa eina tilvitnun. Sú hugmynd rússneska kommunistana að hægt væri að ná tökum á ríkisvaldinu í því skyni að afnema það reyndist hálfsín ein. Þeir mótuðu nýja valdastétt sem beitti ríkinu miskunnarlaust til að efla völd sín og sérhagsmuni. Úps. Þetta dagsett? Nei, en þetta birtist reyndar í 10, tímariti Skattstofunnar. Ég sé ekki dagsetningu. Ég leita alltaf á dagsetningum á öllu sem ég les á netinu. Byrju, það kannski úpúsí. Hvað nú hérna? Finnst þér ekki skemmtilegt að gera þetta svona aðeins öðru vísi? Byrju. 1. október 2012 er dagsetningin. 1. október 2012. Greinin birtist í 10. október 2012. Þannig ég búin að koma þess að framfæri. En hérna er ein skemmtileg fyrirsögn sem er frá 2009. Mjög skemmtileg. Hvers konar samfélag viljum við? 8 síður af greiningu. Ég vil bara taka handóskent einhverja efnisgrein. Er samfélagið félagsskapur sem hinar sjálfsvitandi verur stofna til með samningum til að tryggja einstaklingsbundna hagsmuni sína? Eða er samfélagið veruleiki
sem tengir hinnar sjálfsvitandi verur saman áður en þær greina sig skýrt hver frá annari. Þetta kann að verka eins og spurningum hvort komi á undan hænan eða eggið, en í rauninni einkennist saga stjórnmálana af ólíkum svörum manna við þessari spurningu. Annars vegar eru þeir sem líta svo á að einstaklingarnir myndi samfélag af eigin frumkvæði í því skyni að tryggja sérhagsmuni sína hver fyrir sig. Ríki verður þannig til sem ein mikilvægasta stofnun samfélagsins, tæki til að vernda einstaklingarna hvert fyrir öðrum, tryggja frið og öryggi í samfélaginu. Hins vegar eru þeir sem líta svo á að samfélagið sé forsenda fyrir lífi og hugsun einstaklingarna og eigi að skapa þeim skilyrði til að þroskast. Ríki þó skilið sem skipulag sem einstaklingarnir hafa til að hugsa og ræða hagsmuni heildarinnar og leysa ágreining vegna ólíkra sérhagsmuna. Segðu mér að þetta sé ekki þessu virði í huga. Grein frá október 2009, allir þurfa að læra siðfræði. Ég vil taka eitthvað handahúskennt þar líka. Birtist upphaflega í Stúdentablaðinu, 3. tölublaði 2009. Tökum hérna eitthvað handahúskennt. 2 spurningar vakna. Hverju er ábótavant í menntastarfi háskólans? Og hvernig hyggst háskólinn bæta ráð sitt? Tilgáta mín svo að háskólinn hafi skilið uppeldis hlutverk sitt allt of þröngum skilningi gegnum tíðina. Hann hafi litið svo á að hann ætti fyrst og fremst að útskrifa sérfræðinga sem kynnu til verka, tæknilega og fræðilega. Hann þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því hvort þeir lærðu að nýta sér skynsamlega þá kunnáttu sem þeir aðlöðist í námi sínu. Þannig er það. Og ekki bara byrja á byrjuninni. Ég sá á þér að þú varst hálfsofandi. 2 spurningar vakna. Hverju er ábótavant í menntastarfi háskólans? Og hvernig hyggst háskólinn bæta ráð sitt? Tilgáta mín svo að háskólinn hafi skilið uppeldis hlutverk sitt allt of þröngum skilningi gegnum tíðina. Hann hafi litið svo á að hann ætti fyrst og fremst að útskrifa sérfræðinga sem kynnu til verka, tæknilega og fræðilega. Hann þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því hvort þeir lærðu að nýta sér skynsamlega þá kunnáttu sem þeir aðlöðust í námi sínu. Háskólinn hafi treyst því að fræðslan sem hann veitti tryggði að sérfræðingarnir yrðu af sjálfum sér sannir menntamenn sem þekkja takmarkanir fræða sinna og nýta fræðin til góðs fyrir þjóðfélagið á öllu leyti. Ekki segja Kastljós áhorfendum frá neina þessum pælingum. Réttlæti, velferð og lýðræði. Hlutverk siðfræðinnar í stjórnmálum. Ég vil bara lesa innganginn annars stuttur. Í þessu erindi mun ég reyna að gera grein fyrir hvert sé eða eigi að vera hlutverk siðfræðinnar á vettvangi stjórnmála. Svarið við þessari spurningu virðist raunar líka ljóst fyrir. Hið hagnýta gildi siðfræðinnar almennt séð fólki í því að skýra fyrir okkur hvað í siðferði felst og þar með að hjálpa okkur til að vega og meta hvað rétt og rangt í hegðun fólks gagnvart hvert öðru á öllum sviðum mannlífsins. Stjórnmál falla þar með undir siðferði. Þar að leiðandi öll stjórnmála umræða og allt sem hægt að segja stjórnmál af siðferðilegum toga. Birtist í lesbók Morgunblaðsins 3. júní 1989. Önnur grein frá 2008. Í erindi flutti Ríkisútvarpinu á jóladag 2008 og birtist sem grein í Skírni vorið 2009. Bara í miður hruninu. Lífsskildi þjóðar. Hvað skildi hann hafa sagt? Við skulum fara handahófskennt. Not found. Það var verra. En inngangurinn, lesum innganginn. Hversna not found? Allt annað found. Bíddu. Ok. Kannski get ég platað. Ég fann slóðina. I am a genius. Þetta eru 12 síður. Lífsskildi þjóðar. Ég ætla að fara hérna bara eitthvað staðar á síðu 7. Nei, ég ætla að fara lengra, ég ætla að fara á síðu 8 og taka hérna bara mjög stutt úrtak. Mjög stutt. Stundum hefur stjórnmálasviðið, ég er handahúskennt, þetta er allt handahúskennt. Stundum hefur stjórnmálasviðið rauðst inn á svið hins andlega veruleika og lagt þar allt í rúst. Rétt eins og efnahagssviðið
hefur rauðst inn á svið stjórnmálana og sett þar allt í uppnám. Og andlegt líf þjóða hefur lent á vergangi þegar allt hefur verið farið á tjá og tundur í efnahags- og stjórnmálalífi þeirra. Þegar á reynir það hins vegar andleg andorka, vilji og styrkur þjóðar sem skiptir sköpum við að endurreisa efnahaginn og stjórnmálin. Það nefnilega ekki tæknikunnáttan ein sem úrslitum ræður, heldur en siðferðilega viska sem segir okkur hvað ber að gera. Og ég minni á að virtue, siðferðileg viska virtue. Ég talaði nýlega það að Qasem Soleimani sem að Trump forseti tók af lífi ólöglega talaði það að virtue leads to wisdom. Ég þýddi nýlega enska orðið virtue. Ég fann nýlega þýðingu á því. Ég ætla bara að rifja hana upp. Upp úr orðabókinni. Við tölum nefnilega svo sjaldan siðferði, við vitum ekkert hvaða hugtök við erum að nota. Tölum aðeins hérna. Rosalega finnst mér gaman að gera hlutina svona aðeins öðruvísi. Eins og vinur minn sagði, hann sagði þú ert að bara að gera eitthvað nýtt en samt halda áfram því sama. Vaff þá eftir hérna aftar. Komin í vaffin. Og vaff-i, vit, rst, hér. Vitality, virtue, dygð. Dygð leiðir til visku. Ok. Alltaf gott að hafa orðabókina við hendina. Þetta snilldar grein, bókamerkja. Ég ætla að lesa hana. Ok, lífskildi þjóðar, menntun og stjórnmál. Engin dagsetning á því það ekki að marka, því að linkurinn í grein, bla 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 bla. Þetta eru 11 síður, birt í einhverju tímariti, eldgamalt, sér 80 eitthvað. En það sjá aðeins. Greinar. Sjá. Þetta viðhorf til menntun og stjórnmál. Já, grein frá því í mars 1987. Greinin var birt í Pælingum 1987. Okay. Gerum eins og áður, grípum einhvers staðar handahófskent niður í það. Stjórnmálamenntunin hlýtur að hafa forgang og vera höfuð markmið menntakerfisins því að það er hún sem gerir menn fyrst og síðasta hæfum þjóðfélagsþegnum. En ríkið hlýtur jafnframt að ætlast til þess að menntakerfið gerir fólk hæft til að takast á við efnahags- og menningarverkefni þjóðfélagsins. Í ríki eins og okkar, þar sem menningarleg sérstæða er grunnur stjórnarfarslegs sjálfstæðis, verður ríkið að leggja ofur kappa á að allir öðlist ítarlegan og jafnvel djúpan skilning á gildi menningarinnar, varðveislu tungunar, bókmenntaarfinum og svo framvegis. Ég ætla ekki að fjölyrða það höfuð markmið menntakerfisins sem hér kemur til álita. Þetta er eina menntamarkmiði sem mér virðist allir stjórnmálamenn og allur almenningur í Íslandi vera á einu máli Þjóðin öll hefur það markmið að varðveita og styrkja íslenska menningu. Þetta er frá 1987. Þetta hefur breyst, en eternal state, lagaklásúla Hammurabis, siðferði, dygðir, viska, raunsæi, raunhyggni, rökhyggja, þekking og skilningur sem ég myndist á áðan. Við eigum, til dæmis hér við Íslendingar, við eigum fullt af pælingum sem það sem ég kalla gátnaljós vita ekkert Mér langar til þess að í þessu ljósi að lesa fyrir því grein sem ég var að senda á Moggan. Moggan er ekki búin að birta hana og það er ekkert víst að þeir birta hana, þeir ráða því hvað þeir birta. Ég ætla að lesa fyrir þessa grein. Ef ég má. Ég ætla að
Í kafla skipti þetta vídeó, ég íti stundum og stopp og byrja svo rekord aftur, svo fer ég á endanum í tölvunum mína og splæsi þessu öllu saman. En óklift. Ef siðrof hjúpar varanlegt ástand, þetta er sem skrifað 2. febrúar úr sent saman dag á mókan, en svo kemur bara ljós, já, hvað mókin gerir. Ef siðrof hjúpar varanlegt ástand. Þegar forkólfar fréttamiðla og stjórnmála úthrópa innlend fyrirtæki sem starfa í öðrum þjóðríkjum fyrir vafasama viðskiptahætti, gætu þeir óvart eða viljandi litið framhjá heimdraganum. Í evrópskri menningu skulu viðskiptahættir vera með ákveðnu sniði og við erum alin uppi að líta sjálfkrafa svo á að sé farið út fyrir þann ramma, sé spilling á ferðinni og allir vita að spilling er ílska og mannvonska. Spilling er hugtak sem menning allstaðar notar til að skilgreina vafasama hætti og þá brot á siðferði. Þegar spilling er svo rótgróin að einstaklingar eða hópar taka ekki eftir henni, þá notum við orðið siðrof. Skilgreining spillingar er þó mismunandi eftir svæðum. Ég vil að kveikja mér í einni reykjum. Svo þarf ég að fara út með hundana mína. Byrtaður og þrýfa eirað á henni byrstu minni. Og setja meðalið í eirað. Þetta er þá sérst í annað skipt af 3 í dag. Allt saman. Og já, við heimsóttum lyfjafræðinginn í gær. Þegar siðrof á sér stað hjá hóp, líður ofta langur tími þar til raddir innan hópsins eða utan hans ná að skilgreina og skýra siðrofið, svo að hópurinn skilji og taki sig á. Stundum kostar þetta átök og ekki bara í orðum. Einstaklingur sem uppvísa spillingu eða glæp getur tekið leiðréttingu í formi áminningar eða refsingar og snúið frá villusinni. Þegar hann verður uppvísað siðrofi gæti þurft að gera hann útlægan. Menning eða saga hugsunar er full af allskyns dæmum hvernig hópar hafa fundið lausnir á þessu í gegnum aldirnar. Hvernig skal leiðrétta spillingu hóps eða einstaklings annars vegar og siðrof hóps eða einstaklings hins vegar. Sagan sýnir að þegar siðrof festir rætur í heilum menningar geira getur verið útilokað að vinda ofan af því nema með endurræsingu. Mörg dæmi þetta bæði innan sagnfræði sem byggist á skráðum heimildum og einnig í þoku menningarminnis sem birtist í mítum og trúarsögnum. Nú getur svo farið að fyrirtæki færi út kvíar og hefji starfsemi á öðrum menningarsvæðum og þó það fari að landslögum heima og erlendis að sumir óskráðir hættir beinlínis gerir því ófært að starfa þar nema það nýti aðferðir sem sumir myndu kalla spillingu heima fyrir. Spilling við ákveðnar aðstæður getur með öðrum orðum verið framkvæmd án þess að hún byggist á siðrofi. Vel gæti verið að fyrirtækið viðhafi ýmsa starfshætti aðra sem bendir til þess að það sé siðað og vanta virðingu sinni. Sé hort fram hjá teiknum þetta, þá mætti spyrja sig hvort dæmendur gætu sjálfur verið sekir spillingu og jafnvel siðrof. Hugsum okkur fyrirtækið sem tekið fyrir. Væri ekki einsdæmi rekstur sem sækir út fyrir landsteinana og með beinum eða óbeinum hætti snarað niður af forkólfum sem hugsanlega væru sjálfur sekir hugarfarsspillingu eða menningarlegt kæruleysi. Sé þetta hugsanlegt, þá hlýtur slíkt að vera rekjanlegt, en gæti krafist dýpri merkingafræði en yfirborðsmennska áróður og tilfinningasemi hópsálarfræðinar ræður við. Getur verið að síðasta áratugin eða lengur hafi kerfisbundið verið unnið að því að gera fyrirtækjum erfitt útrás, ýmist lagalega eða með áróðri. Getur verið að lagarammi og umfjöllun á tónn hafi verið slíkur að þeim sem sækir á erlend mið sé gert svo erfitt fyrir að þau geti það ekki eða séu felld á hlaupum. Tökum merkingarlegan vinkil. Íslenska stjórnarskráin er ekki íslensk heldur evrópsk. Hugmyndir sem hún grundvölluð á koma flestar erlendis frá. Hægt að taka annan vinkil á það.
Íslenska stjórnarskráin stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá 1944 en ekki þjóðveldisins nýja kirkjuríkisins. Og þessar fullyrðingar mætti hugmyndafræðilega útvikka. Forseti Íslands forseti lýðveldisins frá 1944 sem skilgreint félag en ekki sjálfkrafa þjóðarinnar eða landsins. Þegar sumir forkólfar krefjast innsetningar á því sem oft nefnt stjórnarskráin frá 2012, þá átt við stjórnarskrárdraugin frá 2011 sem aftur bendir til ákveðins trassaskapar í merkingu. Aftur vaknar spurningin, hver rótfesting siðrófs? Hvað plöggin frá 44 og 11 eru merkingarlega þau sömu? Til eru fullyrðingar sem lýsa því yfir að íslensku stjórnarskráni hafi aldrei verið framfylgt. Þessar fullyrðingar eru hvergi rökrættar og því þeim ósvarað. Hér eru spurningar til að skýra mikilvægi þessa. Hvernig skilgreinir þú stjórnlagabrot? Hvar og hvernig kærir þú stjórnlagabrot? Hvernig á að refsa fyrir stjórnlagabrot? Sá sem ekki getur svarað þessum þrem spurningum getur ekki fullyrt hvort stjórnarskráni hefur verið fylgt eða ekki, né hvort þörf sé á nýrri. Þeir sem skilgreindu stjórnarskrána 1944 vissu af frumspekilegum atriðum sem hér eru gefin í skyn. Þegar lýðveldið frá 1944 var skikkað til að standa vörð kirkjuríkið og síðan til að standa vörð aðrar heimsýnir, svöruðu þeir því sem hér gefið í skyn. Þeir skikkuðu félagið sem við uppnefnum þjóðríkið til að standa vörð félagafrýlsi sem lýðveldið virðir ekki og sýndu skilning á hvað væri ástand, enska state. Þeir vissu að siðróf og spilling ekki aðeins þegar farið út fyrir lagaramma eða huglagt mat. Heldur ef lagarammi hættir að grundvallast á agaðri frumspeki. Þetta vissu tveir deiluhópar árið 998 sem skilgreindu djúphyggna leið til að móta það í farveg sem aftur birtist í stjórnarskráni frá 1944. Virði forseti lýðveldisins ekki þá frumspeki, hvert þá ástandið? Glöggur áherrandi áttar sig á því að fyrirsögnin ef siðrof hjúpar varanlegt ástand tilvísun í the eternal state. Sjá til fyrstu 3 stjórnarskrár sem mannkynið á. Það stjórnarskráin frá árinu 2448 fyrir 3332 árum. Stjórnarskráin frá 1787 og stjórnarskráin 930. Þetta eru 3 stjórnarskrár mannkynssögunar sem hafa skilgreint fæðingu nýrrar þjóðar og skilgreiningu á ríki samkvæmt frumspekilegri hugmyndafræði. Þetta veit enginn og skilja enn færri. Hérna var ég að googla þegar Davíð skipaði dómara. Vissir þú að 1989-91 Þorsteinn Pálsson var þá leiðtogi á Íslandi, var í fyrsta skipti á lýðveldistímanum gerð tilraun til að skilgreina sjálfstæði dómstóla. Vissirðu það? Vissirðu það í stjórnarskráni frá 44 hvergi skilgreint hvað lögregla eða hvað dómstólar eru. Vissirðu það frá 1944 þá hafa alltaf verið sömu aðilarnir sem fara með dómsmál, framkvæmdavald ríkisstjórna og löggjafavald Alþingis. Það hafa alltaf verið á sömu hendi, alltaf. Ég hef haldið því fram að utanþingsstjórnin hafi verið á lýðveldistímanum. Utanþingsstjórnin sem Sveinn Björnsson skipaði var 1942-44. Það var lögmæt ríkisstjórn. En hún var ekki skipuð á lýðveldistímanum. Það hefur aldrei verið þrískipting valds á Íslandi. Aldrei verið til þrískipting valds á Íslandi. Til gamans ætla ég að lesa aðeins meira og eftir 2 þekkta íslenska stjórnmálamenn og lögfræðinga á sigríður.is til grein sem heitir
vilja banna pálmaolíuna sem þau skilduðu okkur að nota á bílana. Þetta er Sigríði Á. Andersen. Lestur hefst. Þetta er allt stutt. Allt saman stutt. Nokkrir þingmenn vinstri flokkana hafa lagt fram þingsályktunartillögu bann við notkun pálmaolíu á bíla. Þetta kemur á óvart því aðeins eru 6 ár síðan ríkisstjórn vinstri flokkana leiddi það í lög að allt eldsneyti skyldi blandað endurnýjanlegu eldsneyti sem einkum unnið úr pálmum og matjurtum á borði repju, soja og maís. 2 árum áður hafði vinstri stjórnin lögfest stórkostlega skattaívilnanir til örfunar innflutnings á slíku matjurtaeldsneyti. Þessi skylda og skattaívilnanir standa því miður enn og valda því að yfir milljarður króna rennur árlega á ríkissjóði til erlendra framleiðenda á eldsneyti úr pálmaolíu, repju, hveiti, soja og maís, samanber svar fjármálaráðherra til mín þetta atriði. Nú segir hins vegar í greinargerð þingmannanna eldsneytið sem þeirra eigin flokkar skylduðu landsmenn til að nota. Lönd eins og Indónesía og Malasía sem framleiða langmest af pálmaolíu hafa nú þegar fellt stóran hluta af regnskógum sínum, meðal annars fyrir fjöldaframleiðslu á pálmaolíu sem ódýrasta jurtaolían á markaði. Eftirspurn eftir henni hefur aukist verulega undanfarna áratugi og til þess að anna henni regnskógur ruddur í stórum stíl. Í dag langstærstur hluti pálmaolíu á markaði ósjálfbær og valdur að eyðingu regnskóga. Talið að hið minnsta 15 milljónir hektara af regnskógi sé nú þegar búið að fella fyrir framleiðslu á pálmaolíu, aðallega í Indónesíu og Malasíu. Slíkt landflæmi jafnast á við 1,5 Ísland að stærð. Og áframhalda ófagrar lýsingar þingmanna vinstri flokkana á afleiðingum þess að nota pálmaolíuna sem vinstri stjórnin skyldaði menn til að nota. Regnskógar eru gríðarlega stórar kolefnisgeymslur og sumir regnskógar, einkum í Suðaustur-Asíu, vaxa í kolefnisríkum mýrum. Þegar skógarnir eru ruddir og brendir, aukast áhrif loftslagsbreytinga því bæði losnar kolefni út í andrúmsloftið þegar skógurinn sjálfur er brendur og einnig þegar mýrin er ræst fram. Að auki kviknar oft í þessum mýrum og árið 2015 sem var mjög þurrt ár var mikill hluti Suðaustur-Asíu hulinn menguðu mystri sem rekja mátti að miklu leyti til skógarelda í Indónesíu vegna pálmaolíuframleiðslu. Við það að breyta regnskógum í plantekrur eru í raun búin til nær líflaus landsvæði þar sem dýr eins og órangútanar eiga sér enga von. Talið að ef haldið verður áfram að eyðileggja regnskóga Indónesíu á sama hraða gætu órangútanar orðið útdauðir í náttúrunni innan örfára áratuga. Að auki hefur Amnesty International nýlega komið upp hræðilegan aðbúnað fólks og barna sem vinnur á pálmaolíu plantegurum þar sem börnum er þrælað út og konur veikjast við að úða skordýraeitri á skógarbotninn. En var ekki ætlunin að draga úr útblæstri gróðurhúsalofttegunda með notkun á endurnýjanlegu eldsneyti eins og pálmaolíu? Jú, það var vissulega yfirvarpið á vinstri stjórninni á sínum tíma. Nú segja þingmenn vinstri flokkana hins vegar þetta eldsneyti. Reiknað hefur verið út að lífeldsneyti frá jurtaolíu sem er 70% af lífeldsneytismarkaði í Evrópu losi 80% meira af gróðurhúsalofttegundum en jarðefnaeldsneytið sem verið að skipta út. Pálmaolía trónir þar hæst og er 3 sinnum verri en jarðefnaeldsneyti en næst á eftir kemur sojaolía sem er 2 sinnum verri. Ég hef af og til mælt gegn þessum fráleitu lögum og skattaívilnunum vinstri stjórnarinnar og lagði fram frumvarp árið 2015 að aflétta þessari íblöndunarskyldu til ársins 2020 svo menn fengju ráðrúm til að skoða málið ofan í kjölinn áður en svo miklum fjármunum væri kastað á glæ. Nú hafa þingmenn Samfylkingar og VG sem sagt skoðað málið og komist að þeirri niðurstöðu að lög hreinu vinstri stjórnarinnar endurnýjanlegt eldsneyti sem áttu að draga á losun gróðurhúsalofttegunda hafi þvert á móti aukið losunina, valdi stórkostlegri loftmengun í Asíu auk þess að stuðla að eyðingu regnskóga, ógna líffræðilegri fjölbreytni og ýta undir vinnuþrælkun og illa meðferð á konum og börnum. Nú veistu okkur að þessi kona hefur verið skrattakennd í vinstri fjölmiðlum trotskíista á Íslandi. Ég engin áttavandi sigrar en rök eru rök.
og vinstri menn, ég á móti fyrir orðinu vinstri lingar, mér finnst það vera skrattakenning og ég ætla ekki að skrattakenna sósíalista. Ég tel þá vera grunnhegna og yfirborðskennda og ekki kynna sér hlutina, þú veist að þeir eru sem sagt að nota rök til þess að styðja heimsmynd á þess að ég ætla þekkja heimssýn, þú veist, ok, hérna grein frá því í desember 2019 eftir Sigriði, við sjá hvaða dagsetning var á hérna hinu, skipun dómara, byttu, history aftur. Ég get verið svo dönglaug í því. Já, hérna. Sorry. Já, þessi grein er frá 30. september 2019, vilja banna pálmaolíuna. Ok, grein frá því í desember 2019 skipun dómara. Staða einst, ég hef ekki lesað þessa grein á hann, ég ætla bara að treysta á því að í mér muni að hún er álíka á löngu hinn. Staða einst dómara við Hæstarétt var auglýst á dögunum. 8 lögfræðingar sóttu stöðuna. Lögum samkvæmt var nefnd falið að fjalla hæfni umsækjandana. Nefndin lauk störfum sínum í síðustu viku með þeirri niðurstöðu að 3 umsækjanda væru allir jafn hæfir til þess að gegna embættinu og hæfari en aðrir umsækjendur. Nú vill til að ég þekki störf þessara nefndar og ekki bara af afspurn. Í maí 2017 skilaði þessi sama stjórnsýslunefnd mér umsögnum 32 umsækjendur stöður 15 dómara við Landsrétt. Komst nefndin að þeirri makalausu niðurstöðu að nákvæmlega 15 umsækjendur væru hæfari en hinnir, hvorki fleiri né færri. Við lögbundna rannsókn mína og vinnubröðum nefndarinnar til undirbúningstillögugerð minni til Alþingis komst ég að því að hún hafði gefið umsækjendum einkunn á bilinu 1 til 10 og falið tölvuforriti að raða upp umsækjendum. Dró nefndin svo þá ályktun af útreikningunum að þeir 15 sem forritið raðaði upp efst væru allir jafnhæfir og þótti ekki rétt að raða þeim sérstaklega innbyrðis í sæti, eins og segir í ályktarorði. Þó var ljóst að nokkru munaði á einkunnum þessi fyrsta sæti og þessi 15, nákvæmlega 1,87. Munurinn á einkunn þess 15 og 16 var hins vegar ekki nema 0,03. Nefndin taldi það þó ekki gefa tilefni til þess að álykta að þeir 2 umsækjendur væru jafnhæfir. Í nýjustu umsögn nefndarinnar kveður við annan tónin í umsögninni embættinu við Landsrétt. Nú er það mat nefndarinnar að 3 umsækjendur standi öðrum framar. Nefndin telur ekki efni til að gera upp á milli þeirra 3 og tekur fram að eðli máls samkvæmt samanburður og veruleikum þeirra flókin. Því telji nefndin ekki efni til að gera greinarmun á þeim. Til að renna stoðum undir þessa niðurstöðu nefndarinnar tekið fram að þremenningarnir eigi öll það sammerkt að hafa á löngum og farsælum starfsferli geti sér góðs orðspors í störfum sem hafa gert kröfu víðtæka þekkingu laga á fjölmörgum réttarsviðum. Öll 3 í þeim mæli að ekki verður greint á milli. Þetta nokkurn veginn sama orðalag og kom fram í rökstuðningi mínum að tillögu til Alþingis í Landsréttarmálinu þegar ég gerði tillögu 4 dómara með meiri dómara reynslu en aðrir 4 sem tölvuforrit nefndarinnar hafði raðað meðal 15 hæfistu. Það athyglisvert að alls vikið að því 4 sinnum í þessari nýjustu umsögn að ekki sé tilefni til þess að gera upp á milli hæfni þessara 3 umsækjenda til þess að gegna embætti Hæstaréttardómara. Síst af öllu verð ég til þess að gera athugasemd við þessa nýjustu niðurstöðu nefndarinnar. Ég tel réttmætt að ætla að þessir 3 einstaklingar sem allir eru dómarar við Landsrétt séu sjálfu sér mjög hæf og geti gegnt dómaraembætti við Hæstarétt með sóma. Ég bendi þó á að þrátt fyrir marg endurtekin ummæli í umsögninni að gera ekki upp á milli þessara 3 umsækjenda, þá hefur nefndin reyndar þegar gert það. Nefnilega í umsögn sinni í maí 2017.
Þá voru þessum sömu umsækjendum gefnar einkunnir og munaði þar 1,05 á þeim sem efstur var af þeim og þeirri sem neðst var. Þá var fjórði umsækjendin stöðuna nú, en sem ekki metin meðal hæfustu, með 0,20 hærri einkunn en einn af þremenningunum sem metnir eru hæfastir nú. Það er töluvert meiri munur en sá 0,03 munur sem var á Landsréttarumsækjendum í 15. og 16. sæti en voru þá ekki taldir sambærilega hæfir. Ég fæ ekki annað séð en að nefndin hafi með þessari nýju umsögn alfarið hafnað sínum eigin vinnubrögðum sem hún viðhafði í Landsréttarmálinu. Ég fagna því. Leið má ljóst vera að nefndin hefur líka hafnað fyrir niðurstöðu sinni hæfni þessara tilteknu umsækjenda. Niðurstaða hennar nú hæfni umsækjendana er ekki í samræmi við niðurstöðu hennar í Landsréttarmálinu. Það sanna bara það sem ég hef haldið fram. Mat á hæfni umsækjenda eru ekki raunvísindi, heldur á nokkru leyti huglægt mat sem margir áþreifanlegir og óáþreifanlegir þættir hafa áhrif á. Með nýjustu umsögn sinni hafnar nefndin líka niðurstöðu Hæstaréttar hæfnismatið við skipun í Landsrétt. Í dómum Hæstaréttar í desember 2017, í málum 2 umsækjenda stöðu Landsréttardómara sem ég gerði tillögu með Alþingi, kom fram að dómnefndin hafði framkvæmt mat sitt í samræmi við fyrirmæli annarar málsgreinar 4. greinar laga nr. 15 frá 1998 og reglur sem dómnefndina gilda. Eins og kunnugt var ég hvorki sammála forsendum né niðurstöðu þessara dóma. Fyrir á þessu ári lýsti einn nefndarmaður í Morgunblaðinu hversu mikið niðurstaða nefndarinnar í Landsréttarmálinu hefði komið honum á óvart, hans eigin niðurstaða. Niðurstaðan var þó látin standa því nefndin hafði ákveðið fyrirfram að láta reikniforrit velja bara 15 umsækjendur eftir annars ágæta skoðun nefndarinnar á hæfi allra umsækjenda. Þessar upplýsingar lágu ekki fyrir í bótamálunum sem rekin hafi verið fyrir dómstólum vegna skipunar Landsréttardómara. Þá kom fram í fréttum að annar nefndarmaður hefði lýst því sem greiðasemi við mig að nefndin lagði einungis til 15 umsækjendur sem hæfasta til embættina. Þá þyrfti ég ekki að ómaka mig á því að velja umsækjendur. Ómálefnalegri vinnubrögð við mat á hæfni umsækjenda vart hægt að hugsa sér. Ég fagna því að nefndin sýnir ekki núverandi ráðherra sömu greiðvikni. Landsréttarmáli leiddi í ljós brotalögum við skipun dómara sem hefur viðgengist í áratugi. Ég lét það ekki átölulaust. Það er ánægjulegt að hæfnisnefndin sem vissulega gegnir mikilvægu hlutverki í aðdraganda skipunar sé nú að láta vinnubrögðum sem meðal annars umboðsmaður Alþingis hefur árabil gagnrýnt og ég hafði full ástæðu til að reyna að bæta úr. Mér hefði fundist meiri bragur á því að nefndin kæmi hreinna fram og viðurkenndi mistök sín í Landsréttarmálinu og tæki þannig þátt í málefnalegri umræðu fyrirkomulag við skipan dómara. Trúlega lítil von til þess. Þess í stað virðast nefndarmenn og þeir dómarar sem kváðu upp dóma í desember 2017 byggða á óforsvaranlegri niðurstöðu nefndarinnar horfa í gaupnir sér á meðan reyndir að vega að íslenskri stjórnskipan og Hæstarétti á erlendri grundu. Nýjasta umsögn nefndarinnar þó skref í átt að betrun íslensk stjórnvöld hljóta að koma því á framfæri í málaferlunum í Strassborg. Þetta birtist í Morgunblaðinu 16. desember 2019. Áhugavert. Mér finnst þetta áhugavert. Ok, ég vil lesa meira. Það er nefnilega önnur grein sem ég langar að lesa til Sigriði, sem ég svolítið hrifinn af. Fyrirsögnin alla leið og frá 4. febrúar 2020. Við ætlum að fara með málið alla leið, heyrist oftar frá þeim sem leita til dómstólana með ágreining og leitast þar við að sækja það sem þeir telja rétt sér til handa. Leiðin, sem hér stundum vísað til, liggur á landamærum Þýskalands og Frakklands, til lítillar, vinalegrar borgar í Alsace, Strassborgar. Þar hefur frá 1959 verið starfræktur mannréttinda dómstóll Evrópu á grundvelli mannréttinda sáttmála Evrópu sem Ísland fullgilti árið 1953 sem eitt aðildarríkja Evrópuráðsins. Sáttmálinn var þó ekki lögfestur hér á landi fyrir árið 1994. Sáttmálanum hefur verið margbreytt frá upphafi og hlutverk dómstólsins einnig
en úrlausnir hans eru, sáttmálanum hefur verið margbreytt frá upphafi og hlutverk dómstólsins einnig. En úrlausnir hans er ekki bindandi að íslenskum landsrétti, ekki frekar en að landsrétti annarra aðildarríkja. Dómur MDE hefur eingöngu gildi að þjóðarétti eins og það er kallað í lögfræðinni. Dómstóllinn kveður eingöngu á það hvort að tiltekið ríki teljist hafa brotið gegn sáttmálanum. Eins og segir í greinargerð með frumvarpi því er lögfesti mannréttindasáttmálann 1994 tilvitnun hefst. Dómur mannréttindadómstólsins hnekkir þannig ekki dómi eða annarri úrlausn sem hefur fengist kæruefnið í aðildarríki að mannréttindasáttmálanum heldur stendur slík úrlausn óhögguð. Mannréttindadómstóllinn og aðrar stofnanir sem fjalla kæruefni samkvæmt samningnum verndun mannréttinda og mannfrelsis eru þekki í neinum skilningi áfrýjunarstigi í máli og endurskoða ekki dómsúrlausn frá aðildarríki heldur aðeins leyst úr því á þessum vettvangi hvort aðildarríki hafi brotið þjóðréttar skuldbindingu sína að tryggja viðkomandi mannréttindi og eftir atvikum hvort ríkið sé bótaskylt af því tilefni. Þetta grundvallaratriði ætti ekki að koma neinum óvart. Ekkert sjálfstætt og fullvelda ríki myndi framselja dómsvald sitt til erlendra stofnana. Yfirlýsingar manna í upphafi málaferla hér á landi að fara alla leið með sín mál byggja augljóslega á misskilningi á réttarfari. Leið bera þær vott að viðkomandi hafi mist sjónar á því grundvallaratriði sem mögulega hefur tryggt mannréttindi hans umfram allt annað. Það er að hann býr í frjálsu og fullvalda lýðræðisríki. Á morgun verður málflutningur MDE í máli Guðmundar Ástráðssonar gegn Íslandi. Málið varðar einn tiltekinn dómara við landsrétt, en þó leið þá alla 15 sem ég skipaði vorið 2017, eftir að Alþingi hafi samþykkt tillögu mína þar Málið varðar dóm sem Hæstiréttur kvað upp í maí 2018 í máli manns sem játaði á sig akstur undir áhrifum fíkniefna. Hann var dæmdur til refsingar með héraðsdómi sem staðfestur var af Landsrétti. Maðurinn óskaði eftir því að dómur Landsréttar yrði ómerktur með þeim rökum að á meðal 3 dómara þar hafði setið dómari sem ég lagði til við Alþingi að yrði meðal skipara dómara þótt hann hefði ekki verið meðal þeirra 15 sem hæfnisnefndin hafði lagt til við mig. Maðurinn telur sig ekki hafa notið réttlátrar málsmeðferðar vegna þessa. Hann telur dómaran ekki löglega skipaðan. Í dómi Hæstaréttar, sem umfjöllunarefni MDE á morgun, var maðurinn talinn hafa notið réttlátrar málsmeðferðar fyrir Landsrétti. Hæstiréttur staðfesti refsinguna sem dómararnir 3 í Landsrétti og áður héraðsdómari ákvörðuðu honum. Hæstiréttur Íslands hefur þannig komist að þeirri niðurstöðu að dómarinn er löglega skipaður. Dómararnir 15 sem ég skipaði í Landsrétt njóta sérstöðu umfram aðra núverandi embættisdómara. Aldrei áður hafa dómarar verið skipaðir á Íslandi með jafnmikilli stoð í öllum greinum ríkisvaldsins. Alþingi greiddi atkvæði með skipun þessara dómara. Forseti Íslands staðfesti skipunina og framkvæmdi sérstaka skoðun á málsmeðferð Alþingis. Hæstiréttur hefur svo komist að þeirri niðurstöðu að dómarinn sem ræðir í máli MDE er löglega skipaður. Þá hefur Hæstiréttur margoft fjallað dóma sem aðrir dómarar Landsréttar hafa kveðið upp og aldrei gert athugasemdir lúta að lögmæti þeirra dóma. Engin vafi á því í mínum huga að umræddur maður sem játaði fíkniefnaakstur naut réttlátrar málsmeðferðar af hálfu allra dómarana sem sakfelldu hann. Sú málsmeðferð í samræmi við stjórnarskrá Íslands, almennar íslenskar réttarfarsreglur og einnig mannréttindasáttmála Evrópu. Í máli þessu mikilvægt að hafa hugfast að í því deilt lögfræði, túlkun laga ákvæða og valdamörk löggjafans, framkvæmdavalds og dómstóla, innlendra sem erlendra. Sjálfri hefur mér þótt afskaplega áhugavert að fylgjast með framgangi alls þessa máls frá því ég fékk í hendur 34 umsóknir stöður dómara við Landsrétt og kom þeim í hendur hæfnisnefndar og fram til dags í dag þegar yfirdeild MDE fjallar dóm Hæstaréttar. MDE er að leggja dóm á dóm Hæstaréttar, myndu þeir kannski segja sem halda ranglega að dómsvaldið sé endanlega í Strasbourg. Já, þetta er áhugavert. Sjá, það var eitthvað
eitthvað hérna, ég var að lesa hérna áðan skipun dómara og það var niðurlók, það var einn efnisgrein þar sem að mér yfirsjást út af því hvernig hún setur upp efnisett og þegar ég var að lesa hérna skipun dómara sem það birt í desember 2019 þá segir hún í niðurlagi: ég fæ ekki annað síðan að nefndin hafi með þessari nýju umsögn alfarið hafnað sínum eigin vinnubrögðum sem hún viðhafði í Landsréttarmálinu. Ég fagna því. Leið má ljóst vera að nefndinni vil líka hafna fyrir niðurstöðu sinni hæfni þessara tilteknu umsækjenda. Ég ætla ekki að útskýra hversu ég er að lesa þetta. Ég held að ef þú lest allt, ef þú hlustað á allt vídeóið og tekið eftir þeim hugtökum og orðum sem ég er að nota, þá sérðu að það er rauður þráður í gegnum þetta allt saman. Jón Steinar Gunnlaugsson sem ásamt mér hefur útskýrt fyrir útlendingum að íslenskir dómstólar eru kengurudómstólar. Hann myndi nú skamma mig fyrir að segja þetta. En ég hef margoft útskýrt þetta. Hann var að birta núna grein. Hans kerfi birtir ekki dagsetningar. En maður sjá aðeins, kannski en allan er greinin birt í þessari viku. Við sjáum það betur. Það sem styrnum til greinin Ísland fullvalda ríki og mér langar að, það er eitt sem mér langar að draga fram. Ef þú lest á milli línana, eins og til þess í greinunum hennar Sigríðar og mörgu öðru sem ég er að koma inn á, og þú berð saman við yfirlýsingu Tony Blair hann vill rústa vestfalísku þjóðríkjunum. Ég tala oft illa vestfalísku mafíuna, ekki endilega illa vestfalíska ríkjaskipanina. Það er munur hérna á vestfalíska ríkjaskipunin eða vestfalíska mafían. Og ég vil líka ítreka annað að ég aðhyllist, ég er nú svona svolítið náttúrulega, Ragnar Reykjás með eitt, á sama tíma og ég vil þjóðveldið, þá vil ég líka leggja af. Ég vil sjá guðdómlega ríkið koma upp. Og bara Ragnar Reykjás. Og við förum ekki nánar út í það núna, En ég ætla að fá að lesa þessa stuttu grein Jón Steinars Gunnlaugssonar. Undir yfirskriftinni Ísland fullvalda ríki og upplestur hefst. Hinn 5. febrúar fór fram málflutningur fyrir svonefndri yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu, MDE, í máli Íslands vegna skipunar dómara í Landsrétt. Í fréttum var sagt frá málflutningi af hálfu Íslands í þessu máli, auk þess sem birt voru viðtöl við íslenska lögfræðinga sem gert höfðu sér ferð til Strassborgar til að hlusta á þennan málflutning. Hvort tveggja vekur undrun og áhyggjur svo ekki sé meira sagt. Og ég vil minna þig á, Sigríður Á. Andersen er lögfræðingur og virtur lögfræðingur. Jón Steinar líka. Og ég var að lesa upp úr Páli Skúlason, virtur heimspekingur. Ekki sammála öllu sem hann skrifar, en merkingarfræði, merkingarfræði, hvað merkir það sem við erum að tala? Ok, innskot líkur. Upplestur heldur áfram. Við Íslendingar erum aðilar að Mannréttindasáttmála Evrópu, MSE. Ég ætla bara på nýtt. Okay. Ísland fullvalda ríki? Hinn 5. febrúar fór fram málflutningur fyrir svonefndri yfirdeild Mannréttindadómstóls Evrópu, MDE, í máli Íslands vegna skipunar dómara í Landsrétt. Í fréttum var sagt frá málflutningi af hálfu Íslands í þessu máli, auk þess sem birt voru viðtöl við íslenska lögfræðinga sem gert höfðu sér ferð til Strassborgar til að hlusta á þennan málflutning. Hvort ekki vekur undrun og áhyggjur svo ekki sem meira sagt. Við Íslendingar erum aðilar að Mannréttindasáttmála Evrópu, MSE. Efnis ákvæðum sáttmálans var veitt til lagagildi á Íslandi með lögum nr. 62 frá 1994. Í annarri grein lagana er að finna svofellt ákvæði. Úrlausnir Mannréttindanefndar Evrópu, Mannréttindadómstóls Evrópu og ráðherranefndar Evrópuráðsins eru ekki bindandi að íslenskum landsrétti. Í ákvæðum stjórnarskrár okkar felst að Ísland er fullvalda ríki. Þess vegna hefði það ekki staðist íslensku stjórnarskrána að kveða svo á að úrlausnir MDE skyldu vera
bindandi hér á landi. Dómur MDE frá 12. mars 2019 sem skotið var til yfirdeildarinnar hafði því ekki réttar áhrif hér á landi eins og bent var á þá þegar. Í framhaldinu brugðust íslensk stjórnvöld hins vegar skyldum sínum. Þau höguðu sér eins og bindandi dómur hefði verið kveðinn upp þar ytra. Með framgöngu sinni síðan hafa þau hagað sér eins og fullveldi Íslands hafi verið framselt til dómstólsins, þrátt fyrir að lögin kveði skýrt á að svo sé ekki. Auk þess sem slík afstaða fékk ekki staðist íslensku stjórnarskrána. Dómararnir við Landsrétt sem umræddi í málinu voru settir til hliðar og látnir hætta að dæma, svo ótrúlegt sem það er. Einhverjir þeirra hafa svo síðan sótt stöður sem þeir gegna fyrir. Ráðherra dómsmála vék úr ráðherraembætti vegna málsins. Jafnvel þó að ráðherrann hefði ekki einu sinni skipað dómarana sem MDE hafði talið skipaða án fullnægjandi lagaheimildar. Þessi atburðarás hefur verið með miklum ólíkindum. Í stuttu máli má segja að íslensk stjórnvöld hafi með tilstyrk nokkurra lögfræðinga algjörlega brugðist skyldum sínum gagnvart þjóðinni með viðbrögðum sínum. Og þetta er núna að endurtaka sig við málflutningin fyrir yfirdeildinni. Það var átakanlegt að hlýða á fréttir af málflutningi lögmanns íslenska ríkisins fyrir yfirdeildinni þar sem biðlað var til dómstólsins að leysa íslenska dómkerfið úr viðjum. Hvaða viðjum? Íslensk lög kveða alveg skýrt á að dómskerfið hefur ekki verið bundið í nokkra viðjar. Það er eins og Íslendingar missi stjórn á sér ef erlendir menn segja eitthvað íslensk málefni. Þá hætta stjórnendur ríkisins að ráða við verkefni sín sem stjórnendur fullvelda ríkis. Þeir drjúpa bara höfði í lotningu yfir löglausum ákvörðunum útlendinga sem alveg er vafalaust að ekki hafa réttar áhrif hér á landi. Við hljótum að verðskulda merkilegri stjórnendur en þetta ef við viljum halda áfram að telja Ísland til fullvalda ríkja. Menn ættu að skilja að aðild okkar að MDE hefur fullt leiðbeiningar gildi fyrir íslenska löggjafan þó að fullveldi ríkisins hafi ekki verið framselt. Og ég hugsa að glöggir áheyrendur átti sig á því að það er verið að reyna trotskískur heimskommunismi er að reyna að taka yfir dómskerfin. Og það er stefna gramskískra og trotskískra marxista, hvort sem þeir eru sósíaldemókrati í Samfylkingu eða í VG eða í Framsókn eða sjálfstæði sósíalistafloknum, að þeirra markmið er að leggja niður þjóðríkin, leggja niður að fólk geti, til að ritskoða og jaðarsetja fólk sem er að viðhafa raunhyggju, viðhafa rannsóknir og viðhafa uppbyggilega gagnrýni á menninguna. Það er verið að jaðarsetja þá, útskúfa þeim, skrattakenna þá og jafnvel að hleypa eins og kom fram í upplestri frá Páli Skúlasinni, að hleypa ríkinu í uppnám út af heimsmyndartilgangi en ekki endilega rökréttum tilgangi. Ég þekki marga sósíalista sem er alveg ágætis fólk og trúir því fyrst og einlægni að það verði betra fyrir þjóðríkin að leggja þau niður og að stjórna heimsmenningunni í gegnum alþjóðastofnanir. Ég læti fólk sem trúir þessu og þegar ég bendi þessu, sumt af þessu fólki er samt hefur mikla reynslu af því hvernig það er að berjast við nefndarfólk og bjúrókratist nefndarfólk í stöðum þar sem að fara sleggjudómar, rukkanir, takmarkanir og rekstri á grundvelli huglægs mats, frekar en lagalegs eða raunhæfts mats, eða rökhyggju-mats. Og fólk sér ekki að þegar búið að koma á þessum þver þjóðlega yfirnefndum að þá minnkar geta þín sem borgari að sækja eftir því sem myndi kallast réttlæti. Ég aftur bendi til þess á það að Martin Luther til dæmis, Martin Luther og síðan Ritselju kardináli sem að eiga mikla sög á vestfælsku mafíunni, þeir voru að koma á svona sósíalisma. Þú áttir meiri rétt á réttlæti undir kaþólskri heimsinn heldur þú átt undir húmanískri.
Eða hvað? Einhvers staðar til í okkar menningu greining sem sker úr allan vafa með þessa fullyrðingu. Ég ætla ekki að predika meir í dag. Það var óbúrslega freistandi að lesa 3 færslur sem eftir Guðbjörn Jónsson hið rafræna Ísland. Og sem fyrr segir, ég að breyta hvernig ég gerir hlutina. Ég ætla að fá útrás fyrir það að gera svona vídeó kannski einu sinni í viku á íslensku. Og eins og núna gerir þetta svolítið ófaglega en samt meira bara upplestur frekar heldur en einhver persónulega predikun. Og upplesturinn gæti þá alveg eins og núna verið bara úr mínum einskrifum. Og skrif þýða að þú ert ekki bara búin að ranta eins og þegar maður hugsar svona upphátt og flæðir og manni dettur oft ýmislegt í hug í flæðinu sem að síðan verður að einhverju. En þegar þú ert búin að setjast niður og skrifa og síðan villuleita og síðan kannski setningar villuleita, málskipunarleita, þá ertu búin að aga frumspekina. Ég hrifinn að bæði, flæði í frumspeki og agaði frumspeki. Og ég líka hrifinn af því þegar maður leiðréttir sig. Ég til hans benti nýlega á það í grein á blogg.is og ég þurfti síðan að birta leiðréttingar á þeirri grein. Ég lét sérst villurnar þó bara standa og bætti við grein. Ég vil frekar gera það. Veistu hvað mikið plast í svona tappa? Og það er að fjölga þessari plastnotkun í einu sósíalíska aðræðisingi. Og veistu hvað mikil snilld á bakvið gamla formið, sko. Veist, það sem hægt var að bara brjóta upp og loka aftur og svona. Ég til að meins þegar ég gef hundunum mínum, veist, þegar ég leyfi Sölku að rífa og það er alveg ótrúlegt hvað það geta verið miklu snillingar í að opna fernuna. Veist, að þá þarf ég að klippa plasthappan af. Það geta mitt sig á honum. Það getur kynnt honum. Hann getur staðið í þeim. Hringurinn getur líka festst í vígtönn og ef það er, þú veist, sósíalismin er ágætur til þess að benda okkur á ýmsar pælingar. Hann var sko frá 1850 til 1920, 2 kynslóðir, 70 ár. Þá var sósíalismin mjög virkur í því að benda aðlinum á að gamla stéttaskipanin hamlaði fólki, sérstaklega í ljósi þess að tímarnir voru að breytast, að aðferðir sem aðallin var að nota. Og þetta kemur svolítið vel frammi í þáttunum Downton Abbey. Og þetta kemur mjög sérstaklega vel fram í skrifum P.G. Wodehouse, sem skrifaði frábæra sögur. Manstu þetta Jeeves and Wooster? Það er eftir hann. En þetta kemur betur fram í bókunum hans eins og til dæmis P. Smith. Og að, sko, það var stór hópur fólks innan aðalsins sem að var katalistinn eða hvatinn að því að leggja niður í vestræna aðalskipulag og auka jafnræði á fólki, auka möguleika fólks. Nú til að það var svolítið skemmtilega að það kemur fram, ég var að rekast á í skrifum, það er sem sagt fyrir dín eða rektor hjá Yale háskóla sem er sósíalisti, var að hélt skemmtilegan tölu á Oxford. Það sem hann einmitt kemur inn á þetta, hann sagði sko sósíalistar telja og trúa því að með því að auka aðgengi fólks á ákveðnu menntunarstigi þá aukir aðgengi fólks að því að þeim möguleika bæta hag sinn. Og inn í sósíalismanum er sko innviklað að mannkynið sem lífvera hafi innprentað í rauninni bara frá náttúrulegum af einhverjum þróunarkenningarlegum darwinískum ástæðum hafi ákveðið siðferði. Að þegar að fólk fái tækifæri til mennta þá munið siðferðið brjótast fram og njóta sín og það munið sjálfkrafa hafa áhrif á betra siðferði samfélagana og þjóðfélagana. Þjóðfélagið er rauninni félagið sem að ríkið er grundvallað á. En hann bendir á að á sama tíma menn voru að koma þessu af stað að þá leið menn ruddu aðlinum úr vegi
og sósíalistar eigna sér það, en það var aðallinn sjálfur sem ruddi sér úr vegi og þetta við margoft bent á. Að aðallinn fattaði að það þyrfti að breyta aðferð, en ef þú horfir á aðal, hinn sósíalíska aðal, og hann nefnilega bendir á þetta, þessi prófessor, ég man ekki nafnið á honum, hann er indverskum ættum. En viður, hann sem þetta þú veist, háskóla rektor í Bandaríkjunum, í Yale þar, eða var, hann bendir á að sósíalismin bjóti nýjar aðalstéttir. En það engar greiningar á því í dag. Ég einn af fáum sem benda á þetta, ég veit að það eru fleiri sem benda á þetta, og eitt af því sem ég að benda á, og menn eins og Axel og Peter Hitchens og fjöldi manna allan heim og hvernig náttúrulega að benda á, að mannkynið hefur ekkert sjálfkrafa eitthvað siðferði, og að lógik eða rökfræði húmanismans ekki ávísun á gott siðferði. Að ég á þeirri skoðun að trúarlega öguð frumspeki eins og trúarbrögðin hafa alla tíð leitast eftir að þróa muni leiða til ekki réttláts en réttlátara samfélags. Og ef að þú horfir á eins og hann til dæmis Dan Stevens bent á, einn af leikurinnum úr Downton Abbey, alveg frábæru svari þar sem hann var spurður til dæmis hvernig hann hefði liðið að leika þar sem hann var svo greinilega mikill munur á hag fólks innan stéttana, og bent hann á í frábæru svari, ef ég fer til Detroit eða Chicago og horfi á sósíalísku umhverfin þar og berðu saman við sósíalísku umhverfin í Washington, þá sé ég miklu meiri mun. Og þú veist, við erum að horfa á þar sem að koma fram aðilar eins og til hans Jón Steinar eða Sigríður og Páll Heitin Skúlason og fjöldi fólks sem að losa steina upp í hlíðum. Þetta virkar. Það er pottur brotin. Sósíalismi hefur ákveðnar hugmyndir, eins og til dæmis, þetta eiga allir að eiga jafnan rétt til þess að geta sótt nám. En það hins vegar ekkert endilega víst að ríkið eigi að fjármagna það. Það ekkert endilega sjálfkrafa víst, og það ekkert endilega sjálfgefið að ríkið eða einhverja nefndir eigi sjálfkrafa rétt á því að hirða 40-60% af fólki. Adolf Hitler til dæmis, hann kom á 80% skatti á þá ríkustu. Ég bendi Markúsi Þórhallssyni á það í nýlegu útvarpsviðtali og útvarpi sögu sem hann hefur búið mér að koma með alltaf 2 ári til sín í viðtal. Og ég held honum, ég særi nokkurn annan fjölmiðil og Íslandi bjóða Guðrúnu Reimberg í viðtal á glottan. En ég benti á að hið vestræna velferðaríki nákvæm eftirmynd af hinu þýska velferðaríki 1938. Og það enginn sem getur hrakið þessa fullyrðingu. Og sósíalismi marxismans eða sósíalismi fasismans samt, þú veist, það ríkið orðin sjálfkrafa guð, og eins og Lúther hlóð undir og Ritselju í rauninni viðhjalt og hélt áfram, og báðir voru náttúrulega frímúrarar, alveg, en þú veist það náttúrulega, ok. Þegar ríkið verður að guði og ráðandi stjórnmála, eins og Páll Skúlason bendir á, ráðandi stjórnmála siðferði sem orðið hafið yfir allan vafa og getur ritskoðað og hreinsaði burtu fólk, eða jafnvel hreint ríkiskerfunum, dómskerfunum, efnahagsmálum í uppnám eins og því sýnist, getur hleypt menntun fólks, ekki endilega kerfi, heldur menntun fólks í uppnám, til dæmis ekki fjölmiðlun, afþreyingu, skóla og hana. Þú veist, þetta allt orðið eitt allsherjar fuck up. En sjáðu hvað erfitt að ræða það. Guð blessi þig. En já, ég ætla að koma inn á þetta með rafræna. Þú sér til dæmis í þessari umfjöllun minni artificial intelligence sem kemur hérna fyrir. Og þú sér til dæmis það sem Sigríður bendir á varðandi tölvuforritið. Mér langar að koma inn á frábæra greiningar Guðbjörns Jónssonar tölvuforrit ríkisins eins og þau snúa borgurum í dag. Þetta hlutur sem ég gagnrýnt lengi. En Guðbjörn fer mjög faglega ofan í það. Ég hefði viljað hafa það með þessari en þetta bara orðið of langt í dag. Meiri segja fyrir mig. En mér langar að taka þetta fyrir og mér finnst svolítið spennandi ef að ég held þessu áfram að
koma frekar einu sinni í viku með greiningar með tilvísunum, með bara svona, það engin pólitík í gangi, það engin bylting í gangi, bara mér langar að horfa á ákveðnar vittleysur, fallassíur og svarthól í menningunni. Ég er heillaður af hugtakinu svarthól og sérstaklega fyrir the singularity og hugmyndinni og the event horizon hugmyndinni, En þetta ekki veruleiki, þetta ekki sannað fyrirbæri, en menningarlega svarthól í hugsun alveg heillandi fyrirbæri og the event horizon, það að segja hjúpun og ásýnd sem að félur svarthólið, alveg heillandi fyrirbæri. Það heillandi að nota humanisman gegn honum sjálfum. Fréttir vikunar á Íslandi, fækkun hjá ríkisfyrirtækinu Póstinum, það var fækkun starfsmönnum hjá okkur öðru ríkisfyrirtæki en hjá lægstsettu, lægstaðlinum, læstakastinu, þessum ósnertanlegu, hinduismans, klósetthreinsurunum, og fleiri fyrirtæki á Íslandi að leggja upp laupana en allt á síðu 3. Svo ég segi bara á Facebookina, já, við heilaga kommunistaríki aðeins að laga til, þetta bara tiltektir í efnahagsmálum, í efnahagskerfið búið að vera kalt í 3 ár, það alltaf að fara í steik, en það þarf ekki að gera það, og þetta að gerast víðar. Uppgangurinn, margir svo að það svo mikið uppgangur á Trump, það allt saman þvættingur. Ég hef sagt þetta, já, ég tók ekki undir með sömuðurum. Trump sjálfur benti fram á 2016 að þegar Obama benti á einhverja punkt og sagði það uppgangur hjá mér og benti hann á að hann að nota lygar til þess að það eru blekkingar notaðar til þess að konfígjura hvort á heldur þessi uppgangur eða ekki. Það rétt að það uppgangur í 20 borgum í Bandaríkjunum. Af hvað mörg hundruð? Húmanista heimskerfið dautt. Spurningin ferða út með kvelli, með hræðilegum afleiðingum, eða ferða út með reisn. Og ég vil reisn. Og þetta ekki neitt trúanlegt, það sem ég trúi sem engiðstrúmaður eitt. Það sem ég tala sem heimsbyggingur annað og stundum verðum að búa í sátt og samlyndi með sínum eigin Ragnari Reykjás. Þannig að þetta svona já, bla bla bla, ég að byrja að endurtaka mig. Guð blessi þig, hafa það gott. Farið í kirkju. Já, þú gott að ég fara í kirkju, musteri eða hugleiðslusettur eða eitthvað einu sinni í viku. Viðurkenndu það bara. Komdu upp á rassinum, skeindu þig. Farðu og hittu fólk sem að spá í frumspeki einu sinni í viku. Sjáðu til eftir 6 mánuði hvað þú hefur gott að því. Farðu á 12 spórafundi eitthvað, farðu og út fyrir ramman, 7. dag vikunar, farðu út fyrir það sem þú ert alltaf að gera og gerði eitthvað annað en þú ert alltaf að gera og verðu fá að hitta fólk sem að spá í einhverja frumspeki. Hvort það eitthvað vitinni eða ekki, eða hvort út sammála heimsmyndinni eða ekki, eða eitthvað, stuðaðu þín eigin hugarramma og gerðu það í friðsemd og virðingu og yfirvögun, þetta ekki góð ráð? Ég veit það nú ekki, þú ert nú svo klikkaður. Guð blessi þig.